ert að fara til Póllands á morgun? Ég að fara til Póllands á morgun, já. Hvernig, og sko, þú ert fyrsti einstaklingur sem kemur í viðtal sem búinn að fá COVID. Ég vil byrja þar. Já, ok, ég vil byrja þar. Já, bara að því þú veist, þú væntanlega getur ferðast aðeins frjálsar er það ekki? Jú, allavega, þú veist, ég er ekki hræddur. Þú veist, ég er ekki hræddur að lenda á einhverjum spítala í Póllandi og það verði allt hræðilegt og ég er fastur þar í 14 daga eftir ég fæ COVID. Ég þarf ekki að vera hræddur við það. Og þetta kemur þannig til, sko, við áttum uppalega að fara alveg heill leikhópur. 8 manna leikhópur. Og það er í rauninni ekki hægt. Það eru 2 konur með unga börn og 1 ólétt og 1 með foreldra sem hún er svolítið að hugsa Þannig að það er bara ekki hægt fyrir þetta fólk að fara, þú veist. Þú getur ekki farið frá unga börnum og þú þarf kannski að vera í 14 daga sóttkví þegar þú kemur heim eða þú veist, kannski færið þetta og þá ertu komin í ennþá verri mál. Þannig að þegar ég fékk COVID í rauninni, 18. september, eina skipti sem við fórum, sko, og hittum systkinabörn mín í mat þess að fagna því að afi væri 100 ára, hittust á hótelin í Reykholti og þar lítur út fyrir að ég og kona mín hafi fengið COVID og kona yngsta bróður míns. Vitið eitthvað hvernig? Nei, það bara, þú veist, þegar smitrakningateymið hringir í þig og spyr hvað ertu búin að vera og þegar ég sagði, já, svo var ég í mat á Hótel Eddu í Reykholti. Nei, ekki Hótel Eddu, þetta er ekki Eddu hótel lengur. Það hétta þegar ég vann þar, ég var unglingur, þá sagði, ok, því þá var eitthvað par þar frá útlöndum sem hafði greinst með smit og þau sögðu, þú þarft ekki annað en bara að fara á klósettið næstur og eftir þeim. Þannig að það er svona sennilegast þetta við gerst þar og svo smitust við sem sagt öll, ég og kona mín og 4 mánaða gamall sonur minn en 10 ára sonur minn sleppur og þannig að fyrstu vikuna var þetta náttúrulega algjört djók. Við vorum sem sagt í blokkaríbúð í Vesturbænum 3 veik við hjónin lasin að hugsa 4 mánaða barn sem var lasið og það var náttúrulega bara algjörlega grillað. Hann svaf í 20 mínútur og vildi ekki drekka og leið illa og allt þetta og við erum algjörlega grillu. Svo áttum við 10 ára orkubolta sem er bara, þú veist, var að fá að gera eitthvað, þú veist, og þú mátt ekki svona fara fram á gang með ruslið, sko. Þú veist. Þannig að þetta var algjör geðveiki, sko. Og svo, sem sagt, af því að þessi eldri strákurinn okkar, hann var ekki með COVID, að þá hugsaði ég bara, ég verð að koma út, sko. Það verð einhvern veginn að koma út. Og við búum á fyrstu hæð, þannig að ég bjóti svona kafal með hnútum og leta hann að fara niður að svölunum. Af því hann var ekki með COVID, hann mátti fara út. En þá vorum við tilkynnt. Þú veist, það komið svona nója í samfélagið. Þú veist, við vorum tilkynnt til lögreglu fyrir það að ég var að leyfa honum að fara af svölunum. Og þá hugsaði ég bara, þetta er ekki hægt. Og við fórum upp í Kjós í sumarbústað sem við eigum þar. Og það var yndislegt. Þú veist, þá gat hann farið út í fótbolta, út í skó og við gáttum komast í pottinn svona þegar við vorum búin að jafna okkur aðeins. Býtu, hvar vorum við? Akkur voru að tala um þetta? Nei, bara því að ég er að fara til Póllands. Það var til Póllands. Mér finnst þetta samt frábær umræð út af því að þarna er maður komin inn í eitthvað sem að mér persónulega finnst við tala of lítið sem er ok, við erum með svona faraldur, en einmitt þetta allt í hennu, sér fólk ekki hvaða skakt við það þegar allt í hennu konar leynilörglur út allan bæ. Mér persónulega finnst það bara ekki skemmtileg tilhugsun. Nei. Og þegar við erum einhvern veginn, þegar það fara að stía okkur svona gegn hvort öðru, sko. Já, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega bara stendur í auglýsingunum. Við erum öll almannavarnir og við erum að passa upp á að við förum öll eftir þessu og þetta er allt bara gott og vel og ég, þú veist, það er ekki svo ég gramur út í einhvern, ég skil þetta alveg. Það eru óléttar konur í stigaganginum, það var einn í stigaganginum sem fékk þetta og fór mun verið út úr þessum við. Og það gat alveg komið til greina að það væri út af okkur sem að hann smitaðist, þar að segja áður en við vissum að við varum smituð, að við höfum verið í þvottahúsi eða eitthvað svona, sko. Þannig að maður skilur þetta alveg. En vandamálið er alltaf þetta og þess vegna spurði ég, veistu hvernig þið smituðist, af því að þó allir þessi mánuði séu liðnir, þá erum við ennþá einhvern veginn, já, smitast þetta svona eða svona, við vitum eitthvað sirka, þetta er dropasmitt og snertismitt, en við vitum ekki ennþá, sko, er ég bara mjög líklegur til að smitast ef ég fer í bónus þegar það er mikið af fólki. Já, það er alveg jafn mikilvægt, það er alveg jafn líklegt og ég meina, ég fór í hádegistíma í Mjölni þennan föstudag sem ég fór síðan upp í Reykholt, af því það mátti þá. Einmitt. Og svo
fer ég í hádegistíma í Primal á mánudeginum, í hádeginu, þá ekki komin inn einkenni. Nei. Og þegar ég síðan fer í próf, byrja að fá einkenni þarna kvöldið og er lasin á þriðjudegi og þá hugsaði ég, ok, það er eitthvað að og fer í próf og fæ að vita að ég er með COVID, að þá sem sagt hafa strákarnir í Primal samband við mig og þá höfðu 3 einstaklingar verið í þeim hádegistíma, ég einn af þeim, sem höfðu síðar sko Smittast. Greinst með smitt. Já. Hvernig Þú veist, þannig að þú veist aldrei hvar þetta er. Nei. Það er ekki séns. Þú getur verið að setja bensín á bíliðin og tekið dæluna Einmitt. og gæinn sem undan notaði ekki hanska og nýbúin að gera atjú, skilurðu? Einmitt. Það er bara, Einmitt. þannig að mér veist leiðilegt ef fólk er farið að hérna, hvað maður að segja, vera með leiðindi út í hvort annað vegna þess að það er engin ein leið til þess að koma í veg fyrir þetta og engin ein leið til þess að segja hvar þú smitaðist. Einmitt eins og til dæmis núna með grímurnar. Já. Að þá finnst, sko ég hugsa, ok, þeir sem kannski eru ekki að nota grímur nema bara þar sem að þeir eru beinlínu skildaði til þess eða eitthvað, bara svona, það er ennþá staði þar sem er svona 95% af fólki er með grímur, en þú átt samt ekki að vera með grímu, þá upplifir maður næstum þess að sé hort á mann eins og maður sé svona að maður vilji smita, í staðin fyrir að heyrðu byrju Þórólfur sjálfur í marga mánuði sagði ég hef ekki trú á grímunótkun. Ég hef talað fullt af læknum sem segja bara, heyrðu, inn á skurðstofum þá ertu svona og það er sett á þig gríma. Þú ert látin skipt og minnst einhvern veginn minnst þetta svo hæpið að manni sé ekki leyft að segja mín trú er bara svo, ég hef prófað að vera með grímur þeirra úti. Já. Alltaf að snerta mér andlitið, færi þetta eitthvað til. Já, mér finnst ég líklegri til að smitast. Þegar þú ert með grímu. Já. Út af þessu. Já. Og ég byggi það, þú veist, og þá er ég ekki að segja kannski hef ég rangt fyrir mér, en mér finnst einhvern veginn svo við verðum að þú veist, það er ekkert allir sammála að þetta sé einhver lausn fyrir alla. Og ég geti núna, ef ég vildi vera kjánalegur, þá geti ég sagt, já, sjáu þið, bara fyrri bylgja var fyrr að fara niður, þá var engin með grímur. Skilju, ég veit að það eru ömuleg rök. Já, en þú veist, en það sem kannski er með þessa grímanótkun, og það er náttúrulega, þá komum við aftur af því, sko, þú veist, að við búum í einhvers svona samfélagi, þá þarf að halda upp einhvers konar lögum og reglu, einhverjum aga, og þetta er bara mjög auðsýnilegt og greinilegt mælitæki á það hvort þú ert að fara eftir reglum eða ekki. Og ég man að, ég var að hlusta á morgunútvarpið með drengi minn á Öxlinni og þá var Artur Björgvin Bóllason að tala frá Berlín. Og hann var að segja að þetta hefði gefist vel þar, það er að segja grímunótkun, vegna þess að það var svo auðvelt fyrir lögregluna að fara út á meðal borgar og segja, heyrðu, bara kurteisislega, vertu með grímu og þá setur upp grímu, skilurðu, og þá er allir einhvern veginn í þessum leik. En þetta er bara á einhverju leveli, þá er þetta bara leikur, af því það veit enginn hvernig þessi veira haga sér. Nei, og núna þegar allir fara að setja grímur á börn, þá sko, þau eru ógir, þau eru alltaf að hreyfa sig. Já. Þau eru ennþá meira að snerta sig, sko. Ég meina, þetta er... Þau kunni ekki að nota þetta, skilur. Nei, ég veit ekki, þú veist, ég finnst eiginlega bara hálf fyndin til að senda 10 ára stráki minn í skóla með grímu. Já, ég meina, þú veist, þeir eru eftir að gleyma þessu á vaskborðinu. Við erum að tala núna á fyrsta virka deginum eftir að reglurnar voru hertar. Já, einmitt. Þannig að þetta er í fyrsta skipti sem er verið að, ég veit ekki hvernig skólarnir eru að það er bara starfstafur í öllum skólum á höfuðborgarsvæðinu, það sem að menn er að reyna að finna út úr því. Já. Hvernig óskopum við að gera þetta. Þannig að þetta verður áhugavert, en þetta er líka bara mjög áhugavert að því ég er búin að fá COVID, þá svona er ég passa mig aðeins minna, þú veist, mér finnst ég aðeins frjálsari. Og Aðalsteinn, strákurinn minn, kom heim með 2 vini sína til að horfa á Arsenal Manchester United í gær þegar þeir voru búin að vera í fótbolta úti, sko. Og ég tek á mótið þeim bara í stegagangi, langt sem ég sé þá, við vorum í einangrun upp í bústað og þú veist, bara eitthvað svona blessaði strákar og þeir bara, hei, hvað er að gera? Þetta er búin að sprita. Þú veist, þeir neita að taka í hendurnar á mér. Ég sagði, ég er búin að fá COVID. Já, ok, blessaður, þú veist, eitthvað svona. Þú veist, þar að þeir eru alveg að reyna, en maður veit alveg hvernig þeir eru. Þú veist, þeir eru byrjaðir að slást og pota upp í augun og hvorum og eitthvað, veist, bara áður en þeir vita af. Þú veist, þannig að... En hvernig var að eiga svona ungt barn sem smittast, það lítur að koma einhver partur af manni sem hugsar, Já, bara algjörlega, þú veist, maður svona vonaðist til þess að allavega það sem maður hefur heyrt að þetta leiðist ekki að þungt og börn væri satt, það er náttúrulega ekki séns að koma í veg fyrir allt þetta, þú veist, hann náttúrulega það bara að drekka brjóst hjá mömmu sinni og vera ón í henni og slefar út allt og, veist, og það er einhvern veginn ekki hægt að koma í veg fyrir. Þetta hefur verið mjög skrítið ef að ég hefði verið með þetta og kona mín en ekki hann. Já, það hefur verið mjög skrítið. Algjörlega.
En af því að við vorum öll með þetta þá bara svona tókum við einn dag í einu og þegar maður svona áttaði sig á því að við vorum sennilega bara öll að fara freka vel út úr þessu. Þú veist, við fengum bara nokkra kommur, við vorum með smá kvef, við höfum öll verið, öll myndi ég segja, við þrjú verið svona frekar svona úthaldslaus og þú veist, ég hef svona verið svona eins og með slím í hálsinum og hann hefur verið svona aðeins pirraður og eitthvað svona, en heilt yfir held ég við höfum bara verið rosalega heppin. Og mér heyrist það nú svona að flestir sem ekki með eitthvað undirliggjandi sleppi freka vel. Ég veit alveg fólk sem hefur farið illa út úr þessu, hraust fólk á góðum aldri sem hefur farið illa út úr þessu. En ég segi stundum sko, hitta ekki mér sé alltaf að vera að randa eitthvað þegar ég verið að tala þetta. Ég segi stundum eins og bara þegar ég fór í mitt versta ástand á sínum tíma og endaði að vera greindur með kulnun. Það alltaf eitthvað sem setur þetta stað, þá í mínu tilviki var það flensa og tampína. Venjuleg flensa, sko. Þannig að það ekki eins og þetta sé fyrsti vírus í heiminum sem býr til langtíma einkenni. Það bara þekkt í læknisfræðina að vírusar geta skilið fólk eftir í dálítinn tíma í vandræðum. Já, Jesús Kristi, ég fékk influensu sem ég örugglega náð mér í Ungverjalandi þegar ég var að leika þar í The Witcher 2018-19 veturinn. Þá fékk ég influensu sem að var svo slæm að ég fór yfir 42 stiga hita ef ég var ekki á hitalæknandi lyfjum og ég var í rúmi og gat bara hlustað á podcast í 2 vikur og gat eiginlega ekki augun opin og þetta var í byrjun mars, segir maður rétt. Og mér fannst ég ennþá vera að jafna mig, ég man það að svona í lok maí fannst mér ég vera búin að jafna mig. Einmitt. Þú veist, og ég fer til heimilislæknis og hann segir bara, já, þetta svona flensa sem að drepa gamalt fólk. Einmitt. Ef þú væri 30 árum eldri, þá hefur þú líklega dáið. Akkurat. Þetta er svoleiðis flensa. Akkurat. Miðað við það, fyrir mig persónulega, og okkur var þessi COVID var bara, það var ekki neitt. Það var hundleiðilegt. Þú veist, við erum núna, þetta ár er náttúrulega bara djók, sko, fyrir okkur. Ég er í Kanada að leika þegar að COVID skellur á og við vorum í svona partí, þú veist, búin að klára tökur, þú veist, og hlusta á tónlist og drekka bjór og ógeðslega gaman og svo allt í einu bara einhver að skipta lag í tölvinu og eitthvað sér, þeir að loka landamærunum. Og við bara, þú veist, og hann eru leikarar, voru frá LA, Ísrael, Danmörk og Íslandi, út allt, sko, bara, og bara, komstu heim? Þetta ekki? Var þetta þegar Bandaríkin lokaði landamærunum eða Kanada? Þegar Evrópa byrjaði að loka landamærunum. Og Ísrael lokaði landamærunum og Bandaríkin voru að loka landamærunum. Kanada var ennþá opið. Þannig við komumst í burtu. En þá kem ég heim og þá sem sagt erum við erum ólétt, ég og kona mín og hún svona ekki heilsuröst, kom með háan blóðþrýsting og hafði fengið meðgöngu eitrun þegar við áttum fyrristrákin okkar og svona. Þannig ég kom bara heim, pakka hann í tösku og allir upp í bústað. Og við vorum sérst í einangrun, sjálfskipari einangrun, í 8 vikur. Fram í maí, á þessu ári. Og síðan náttúrulega eftir að barnið fæðist, hann kemur 5 vikur fyrir tíman og svona, og þá út af COVID sérstaklega og bara almenni vegferð unga barna, þá bara vorum við bara rosa mikið út af fyrir okkur í sumar og svo svona þegar maður hugsa, já, nú fer ég að hitta systkinabörn mín, þetta lítur að vera komið þá fáum við öll COVID. Þannig að við erum búin að vera í einangrun í kannski 14 vikur, alveg einangrun og svo sjálfskipaðir í sumar, þú veist bara í allt sumar og bara hittum við ekki margt fólk, sko, að við erum með unga barn. Þetta er rosalegt. Þú veist, þannig að sem betur fer erum við alveg ótrúlega góð saman, þessi litla eining, við 4. Já, þetta reynir á þegar fólk í svona mikið nálaði við hvort annað í svona langan tíma. Já, meni, við hugsuðum bæði, ég og Heiða kona mín, sko, þegar við vorum bæði lasin, með hann lasin og 10 ára að drepa springur orku, gjörsamlega springa. Ég man að Heiða kom til mig og sagði, ég er farin að skilja heimilisofbeldi. Og svona bara, þú veist, það kom bara svona moment þar sem þú bara svona ég skil fólk sem bara missir það. Þú veist, í smástund, sem betur fyrir bara í smástund. Já, en ég veit, þessu systemi, ég var með strákana sína 2 í París þegar það var bara sett í lockdown. Já. Hún mátti bara fara út til að skokka og ég segi bara, þú veist, bara, með 2 orkumikla stráka, bara fasta inni í lítilli íbúð. Þetta er ekkert grín, sko. Þetta er ekkert grín. Þetta er ekkert grín. Ég hugsaði mig til alls fólksins vina minna sem að búa í Stórborg. Þú ert kannski á einhverjum lúsalaunum, býrði í einhverju skítahólu, þú ert ekki eins og með svalir eða garð.
og þú mátt ekki fara út í búðinu með einu sinni í viku eða eitthvað svona, þetta verið svakalegt ástand og það er náttúrulega það sem að gleymist náttúrulega svolítið í þessari umræðu. Ég náttúrulega, þú veist, ég skil mjög vel allan ótta við COVID og ég skil mjög vel að við erum að vernda vernda heilbrigðiskerfið okkar og þú veist, það er neyðasti á Landspítalanum og allt þetta. En það gleymist, finnst manni, alveg rosalega mikið bara geðheilbrigðis umræðan, heimilisofbeldis umræðan, þið veitir, allt þetta sem að fylgir þessu og ég meina það hafa fleiri fallið fyrir eigin hendi á þessu ári heldur en dáið að COVID. 70% herri en á meðalári. Akkurat. Og ég þekki nokkra sem að hafa verið í góðum bata frá fíkn. Akkurat. Sem hafa fallið. Tölum kannski þá eftir. Já, ok. Nei, allt í góðu. Bara en ég tölum kannski fíknir og eftir og það mitt svona, við höfum báðir reynslu að því að vera með ákveðna tegunda fíkn og það, allar tegundra fíkn, ef þú einangrar þig, þá bara margfaldast líkunar, sko. Já, bara, og þú þarft rútínu. Já. Þú veist, það er alltaf bara, ég man þegar ég byrjaði mína göngu í þessum 12 spora samtökum, þú veist, að það var alltaf fyrsta sem að menn gerðu þá var að koma mönnum í rútínu. Þú veist, vaknaði fyrir 8 á daginn og hringdi í sponsorðin, skilurðu, farðu út, farðu á fundi, komduður í embætti, komduður í rútínu. Og þegar rútínan fer hjá fólki sem er á viðkvæmu stað í lífinu, það bara getur verið bara stór alvarlegt mál, sko. Já, getur eins og Andri Snær talaði hann var nú ekki einangrun í að blengja þú, en hann talaði að það hefði tekið hann svona cirka 5 dag og þá var hann bara farin að finna þunglindi, sko. Já. Nei, algjörlega, maður. Þú veist, þú ert vanur að vera í einhverjum aðstöðum þar sem þú ert alltaf, þú veist, þess að ég er búin að vera undanfærin á, bara rosa mikið að ferðast í alls konar verkefnum, þú veist, fæ rosa mikla næring úr því. Ég er svona gæi sem þarf svolítið mikla stimulation, þar að segja, þú veist, ég endist ekkit endilega rosalega lengi á sama stað. Þú veist, rosa gaman að gera allt eitthvað nýtt, eitthvað ævintýri, sko. Eins og þetta farið til Póllands, mér finnst það geðveikt. En þá einmitt kemur svo spurning, hvað ert að fara að gera í Pólanda því það er náttúrulega ekkert sérstætt ástand þar? Á bara að halda leiksýningar þar og... Sko, þetta er svona pínu langur aðdragandi að þessu, en þess að ég er búin að vera hluti af hóp sem heitir Ratatam, sem fór inn í stórt Evrópuverkefni fyrir 2,5 ári, eitthvað svoleiðis, þar sem að þemað var sem sagt Shaking the Walls, þar sem allir átt að finna einhvers konar þema, þar sem að listin gat hjálpað til við að hrista upp í einhvers konar málefnum heima fyrir. Og við áttum sýninguna SUS, sem að fjallar heimilisofbeldi, er unnin upp úr viðtölum við gerendur og þolendur, 70 vídeóviðtölum, flott sýning sem við vorum mjög stolt af og þau segja bara þess að Shakespeare leikhúsið ekki dansk er að leiða þetta prójekt og þeir segja bara þetta er bara perfect inn í þetta ef þið viljið koma með þessa sýningu og við segjum bara já, endilega það er írskur leikhópur eða leikhús sem heitir Angrinjen og þau gerður sýningu það að ef að Bretland gengur út úr ESB sem það eru að gera náttúrulega núna að þá mun sem sagt landamæri ESB bara gangi gegnum sveitina þeirra og þorpin og þú þarft að keyra sko sumi veginni lykkjast inn út úr ESB þannig að þau gerðu verk það tóku Shakespeare-verk sem þau þóknast sem að gerist á 2 stöðum og þú þurftir að sigla yfir á sem að verður landamæri, ESB landamæri til þess að sjá alla sýninguna Tékkarnir gerðu danssýningu fordóma, það eru miklir útlendingafordómar í Tékklandi og svo gerðu Pólverjarnir sýningu eðlilega svona þetta breytta pólitíska landslag núna sem að eiga sér stað í Pólandi, það er svona pínu svona afturhvarf núna, þú veist, það er verið að herða reglur varðandi fóstureyðingar og svona skerðaréttindi kvenna og þeir gerðu sem sagt sýningu sem að var mjög flott, virkilega flott svona sýning sem að var svolítið byggð á samstöðu, þess að lekva lesa á þeirri sögu, veist, til hvers höfum við brotist til frelsis ef við erum svo að fara aftur tilbaka. Akkurat. Og svo sem sagt var alltaf hugmyndin að loka niðurstaðan væri að við kæmum öll til Gdansk, sýndum sýningarnar okkar þar og svo sem sagt er breskur leikstjóri sem heitir Philip Parr, mikið snillingur, sem er búin að vera að gera í 25 ár, kemur á óperuheiminum og gerir það sem heitir lýðleikhús.
Lýðleikhús fyrirbæri sem ég mjög spenntur að kynnast. Ég hef aldrei gert lýðleikhússýningu. Okay. Í grunninn gengur á það að þú kemur inn í eitthvað samfélag, hvað sem það þorp eða hverfi í borg eða einhverja sveit og allir mega vera með sem vilja vera með og þú segir hvað langar ykkur að fjallum og svo gerum við sýningu það. Og þú veist ég með höfund og dramatúrg og þeir skrifa verk fyrir þennan hóp það sem þau vilja fjalla og það verk síðan ónýtt þegar sýningin búin vegna þess að þessi hópur áhugaleikara mun aldrei koma saman aftur og fjalla þetta mál. Þetta mjög áhugavert og mjög svona mjög skemmtilegt form og hefur þegar best lætur umbylt leikhúsi á mörgum stöðum sko. Þar sem allir dæmis leikhúsi komið of langt frá samfélaginu sínu farið að setja upp sýningar sem enginn hefur áhuga að sjá og sem að gerist og þá hefur þetta oft verið góð leið til að koma tilbaka til að fá fólk til að koma í leikhús. Svo eru til alls konar útgáfur að þessu lýðleikhúsi og hann hefur sem sagt verið rosa virkur í því að fara á milli svona Shakespeare-hátíða sem mjög stórt fyrirbæri í Evrópu og búa til svona lýðleikhússýningu en alltaf út frá einhverju Shakespeare-þema. Já. Og það var hugmyndin af því að Shakespeare-leikhúsið í Gdansk búið til vegna þess að Shakespeare-leikhópar komu frá Englandi til Gdansk áratugum saman og jáfnvel árhundruðum saman var þetta bara svona hluti af leikferðinni frá Shakespeare-leikhúsinu í London, það var að koma og setja upp sýningar í Gdansk. En hvernig staðan í Pólandi? Þú veist, má fólk mæta í leikhús? Já, akkurat eins og staðan núna máttu vera með leiksýningar með 25% af áhorfendafjöldanum. Okay. Og með ákveðnum svona takmörkunum og þú veist, þú þarf að 2 sæti sem þarf að vera auð á milli og svo framvegis. En þú mátt vera með leiksýningar. Þessi Philip Parr segir bara við erum að fara til Gdansk og við búum til einhvers konar sýningu ef hún endar online eða eitthvað þá bara það þannig. Okay. Þú veist. Og hann að koma með fólk frá Írlandi og Englandi til að taka þátt í þessu sem að síðan og síðan hópur frá Gdansk sem að ég var að hitta daginn sem var mjög gaman, bara alls konar fólk sem að færa að vera með eða vill vera með og hann segir bara þetta fólk sem að koma frá Bretland og Írlandi það segir bara við verðum að komast við verðum að gera þetta, við verðum að komast burt og við verðum að gera eitthvað hvað það versta sem gerist, við lendum í sótkví við erum í fucking útgöngubanni fyrirgefðu, orðfæri hér má blóta Hér má blóta. Já, má? Já, okay, frábært. Ég veit ekki hver á banna, við erum ekki á rúf. Ég set reglurnar. Það að því ég bara svona sveitamæður og ég svona með frekar að eðlisfæri, mjög svona frekar gróft orðfæri, þannig ég þarf alltaf að vanda mig. En þetta staðan, það bara eins og þá má vera með einhvers konar sýningar, það verður allt ferlið, verður einhvers konar svona COVID-fulltrúi sem passar upp og við förum að öllum reglum, við munum æfa í samstöðu húsinu sem sem sagt svona stórt safn sem tilengað samstöðu og ég bara fari í ævintýri ég tónlistastjóri hann baði mig það Gekjað. og sem sagt, tónlistastjórin hann sem hann búin að vinna með í 20 ár lést á síðast ári, hann spurði mig hvort ég verið tilbúin að koma og pröfa það og mér finnst það æðislegt ég hef aldrei verið tónlistastjóri í lýðleikhúsverkefni í Pólandi Gekjað. Og þú veist, það er bara æðislegt En talaðu þessi lýðleikhús, því einn af fyrstu viðmælandunum mínum var einn allra besti vinnuðinn, Ólafur Darri og hann talað að við töluðum svolítið þig í viðtalinu og hann sagði bara, þú veist, Guðmundur Ingi náttúrulega bara þrælmenntaður á þessu sviði, þannig að þú lítur að vera með ákveðna skoðanir á leikhúsinu hvert svona hlutverk leikhúsins í samfélaginu af því þetta sem þú ert að lýsa með þessu lýðleikhús svona, ég hafði ekki hugsað þessa pælingu, mér finnst hún skemmtileg Nei, ég skoðanir á leikhúsinu og ég ætla bara að taka það fram áður en ég fer inn í þessa sálma að þetta ekkit persónulegt, þú veist, ég ekki þú veist, leikhúsi eru full af vinum mínum og það við ótrúlega mikinn fjársjóð og hæfileikaríku fólki það vantar ekki Nei. Og við erum að gera frábæra hluti með við stærð og höfðatölu og allt þetta þú veist, þannig að það sem ég mun segja hér eftir leikhús ekki persónuleg gagnrýni og einn og einn og það alltaf pínu erfitt og eldfimt í þessu samfélagi okkar vegna þess að á Íslandi sem svona lítið samfélag það svo auðvelt
taka hlutum persónulega. Jú. Þannig að maður er alltaf pínu smeykur að fara inn á þetta. Er svona í stuttumáli sagt, þá stuttumáli, þetta verður örugglega ekki stuttmáli. Sko, við erum með svona ákveðið svona kerfislægt vandamál í leikhúsi á Íslandi og þetta sá ég persónulega ekki í kannski fullkomlega réttu ljósi fyrir að ég fer til London og mennta mig þar, tek master í gjörningalist og kynnist þar ofsalega mikið af flottu leikhúsfólki, underground listamönnum, þú veist, í London þess að með 10 milljón manna borg og í flestum Evróparíkjum þá er leikhús miklu meira allskonar heldur en það er á Íslandi. Og það er gerð mjög skýr greinamunur á því hvort þú ert að vinna í sko markaðsleikhúsi eða hvort þú ert að vinna í framsæknu leikhúsi. Okay. Hér á Íslandi erum við með því miður eiginlega bara ríkistyrt eða leikhús sem að njóta stórra opinbera styrkja sem eru samt bundin á þann klafa að þurfa að afla svona cirka bát 50% þess fjármagn sem þau þurfa til að reka sig í gegnum miðasölu. Þannig að við erum einhver svona millibilsástandi þar sem þú ert með einhvers konar svona ríkistyrt markaðsleikhús. Og það finnst mér svona pínu alvarlegt vegna þess að þessar stofnanir, þar að segja borgarleikhúsið, þjóðleikhúsið og svo náttúrulega bara í sko miklu minna mæli íslenski dansflokkurinn og íslenska óperan. Þetta er að taka til sín 90% af öllum fjármagni sem fara til sviðslista á Íslandi. Og samt er þetta allt undirfjármagna. Algjörlega. Skilurðu? Þannig að þau þurfa að finna leiðir til þess að fá fólk í hús. Erlendis og í sko þeim löndum sem ég finnst leikhús flottast eins og til dæmis í Þýskalandi og Svíþjóð, þar ertu með sko þessi stóru leikhús, þessi stofnana leikhús sem að samkvæmt lögum og samkvæmt vilja þjóðarinnar eiga að vera pólitískt sterk og sjálfstæð og eiga að geta gagnrýnt samfélagið án þess og tekið listræna áhættu án þess að þýða að þau fari kannski á hausinn eða fái skömm í hattinn frá ráðuneytinu fyrir að hafa ekki skilað hallalausu bókhaldi. Þetta er kannski leikhús sem eru með svona 80-95% fjármagn. Og þetta allir með finnst þjóður mjög mikilvægt en þess að þeir hafa náttúrulega lent í því að lenda í fasisma þar sem og fleiri hlutum að listin sé frjáls og hún sé jafn mikilvæg inn í pólitíska umræðu eins og menntasamfélagið og pólitíska samfélagið og hagfræðisamfélagið. Skilurðu? Listin nefnilega hefur ákveðið frelsi, trúðurinn hefur alltaf ákveðið frelsi sem að mentamennirnir hafa ekki. Þar að ég þarf ekki að bakka upp einhverja leiksýningu með endalausum fræðiritgerðum og mastersritgerðum og rannsóknum. Mér líður næstuði að því ég kem úr fjölmiðlunum, mér líður næstuði eins og sett að lýsa fjölmiðlunum sko þar sem alveg eins og með RÚV ekki munurinn er kannski svo að RÚV er náttúrulega ekki jafn undir fjármagn og leikhúsin en maður svo svona samt eru RÚV einhvern veginn alltaf að reyna að gera hluti sem er að keppa við einkareknustöðunar í staðin fyrir að bara við megum vera að gera hluti sem bara ef þeir floppa í áhorfi, við getum gert tilraunir sko. Og eiga að gera það. Alveg eins og mann finnst að og að því talandi þessa list, maður bara eftir hrunið þá má alveg færa rök fyrir að Spaugstofan hafi verið sko stærsti þjóðfélagsrýnirinn til dæmis. Bara ekki spurning. Meir en fréttirnar sko. Ég meina Spaugstofan bara á róskilið. Já, ég svo leikhús og listir geta verið sko stærsta aðhaldi jafnvel við valdhafa og við alls konar hluti. Það er það sem þjóðverðið segja og í þýskumælandi löndum til dæmis, bara við tökum það að því ég þekki það ágætlega og Þorleifur Örn Árnason vinur minn hafa verið að leikstýra mikið þar og leikhúsið hans sem er 93% fjármagn frá hinn opinbera. Og það verður til þess að þeir geta tekið stóra listrænar áhættur en þeir geta líka ákveðið að setja upp mjög umdeild verk. Skilurðu? Og talandum með Þorleif, þú veist hann setur upp sýninguna Guð blessi Ísland í borgarleikhúsinu sem var sýning unnin upp úr rannsóknarskýrslunum sem var unnar upp úr hruninu en það var samt 7 árum eftir hrunið sko. Já, við Þorleifur vorum að gera sketsa á Skjá einum saman og við fengum sko útprentanir á þessum skýrslum og þá vorum við að pæli að vera með leiklestur í beinni útsendingu sko og svo var ég svo glaður þegar ég sá að hann er síðan búin að búa til sýningu einmitt seinna sko. Einmitt. En því miður á þessi, svo veist, þetta
þessi tegunda leikhúsi á sér því miður mest svona stað á Íslandi í kitrum og í minni leikhúsum og undir fjármagnað. Þú veist, það var frábær sýningi fyrra sem að man ekki hvað heita hópurinn þeirra, hvað kallað sig, Matthías Tryggvi úr Hatara og flottir ungir strákar nýútskrifar og sviðslistadeildinni gerðu sýningu þar sem að stofnuðu álandsfélag, skilur, fóru í gegnum þann prósess til að reyna að skilja hvert peningarnir fóru. Þú veist, en það var bara upp á 3. hæð í borgarleikhúsinu með engan pening og svo náttúrulega lentur í hruninu, í COVID, þannig að þessu var bara streymt. En þetta var sem ég geggjað. Já, því þarna hægt líka svona, ég ætla ekki að kalla það að fela sig, en þú ert ekki bundin sömu skildum eins og ef þú væri fréttamaður til dæmis. Nei, nákvæmlega. Þannig að þú getur verið að fabúlir aðeins meira sem síðan gera það kannski verkum að það er auðveldara fyrir þér að segja hvað að gerast. Já. Að því stundum er svo erfitt að staðfesta hluti, Ég veit það. Það er það sem að listin á að koma inn, sko. Algjörlega. Og mér finnst sorglegt í rauninni, pínu sorglegt, og það er enn og aftur, ekki vegna þess að það er einhver vondukall eða kona einhver staðar, að þetta sé ekki númer 1 hjá Þjóðleikhúsinu, að gera svona hluti, og allt hitt númer 2. Eins og staðan er í dag, í báðum stóru leikhúsunum, þá er númer 1 að setja upp sýningar sem afla nógu miklu að tekna til þess að hægt sé að reka húsið, og númer 2 er að nota einhvers konar svona afgangsstærðir og litlu sviðin til þess að búa til eitthvað svona sem er smá pönki. Og þetta finnst mér bara pínu sorgleg staða, þú veist. En síðan kemur spurningin, ef það væri verið að gera meira, eins og þú kallar pönk í borgarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu og jafnvel gera umdeildari hluti. Sorglegrilega að ég stöður að kalla þetta pönk. Mér finnst þetta eigi að vera. Mér finnst þetta ætti að vera númer 1, 2 og 3. Það er rétt. En þá kemur spurningin sko svo sem stýrir leikhúsinu, ef að hann er kannski með pólitíska slagsíð í aðra áttina, þá vilja náttúrulega öflin úr hinni áttinni fara að skipta hver stýrir leikhúsinu. Þetta er eilíða vandamál. Já, ég meina þú veist, það er eitt vandamál, en ég held sko að stóra vandamálið er þetta að í þessu samfélagi sem við búum í dag, þá þurfum allir að búa sér til einhver svona box sem þú þarft að tikka í. Og menningadeild ráðuneytisins, menntamálaráðuneytisins, hún þarf að geta sagt, heyrðu Þjóðleikhússtjóri, hann er búin að tikka í öll boxin. Og þú þarft að vera með eitthvað sem er mælanlegt. Og hvað er mælanlegt? Þú veist, gæði lista er bara mjög erfitt að mæla, skilurðu, og á hverju byggjur það mat. Það sem þú getur mælt eru hlutir eins og áhorfendratölur, hvað komið margir í leikhúsið, hvernig var sætanýtingin, það er hægt að tala snertiverð, þú veist, hversu mörgum áhorfendum náður inn fyrir þá list sem þú skapaðir, þú veist, hversu margar krónur þurfti per áhorfenda. Og svo erum við með þannig að þetta verður rosalega rekstralegt. Og svo erum við með grímunar, skilur. Hver fær flesta grímur? Þú veist, sem að er þetta listræna mat. Já, að vera verðlauna fyrir listir er náttúrulega alltaf að einhverju leyti umdeilt, kannski. Já, og svo er lendur í því að þessi 2 leikhús, þau eru náttúrulega í samkeppni, beinni samkeppni áhorfendur, bæði bundin á þennan klafa, þurfa að selja ofsalega marga miða til þess að rekstrarárið gangi upp. Og þú vilt ekki bakka út, þú veist, ef að borgarleikhús ætlar að setja upp æðislega flottan söngleik á næsta ári, skilur, og selur þar með rosa mörg áskort, þá verður Þjóðleikhús að koma eitthvað á móti, vegna þess að þeir geti ekki tapað þessum áhorfendum. Mér finnst, persónulega, ég væri til í að prófa að Þjóðleikhúsi fengi bara 90% fjármagn og borgarleikhúsið minna, það má vera öfugt, skiptir ekki máli, en mér veist bara að lögum Þjóðleikhús kveða á ákveðna skyldur. Og þessi 2 leikhús hætt að vera í beinni samkeppni og mér finnst að Þjóðleikhúsið eigi ekki að setja upp Kardamömmu bæinn eða Týrin í Hálsaskógi, mér finnst bara að borgarleikhúsið ætti að fá það, borgarleikhúsið ætti bara að fá að blómstra sem markaðsleikhús. Og það ætti að banna Þjóðleikhúsinu að setja upp söngleiki, skrifaðan upp eftir lögum þekktra hljómsveita á Íslandi, þá banna þeim að setja upp gamla farsa og þá banna þeim að setja upp söngleiki sem eru keyptir úr útlöndum með einhverju konsepti, sko. Þú veist, þetta á bara ekki heim í Þjóðleikhúsinu. En það er einmitt. Lögin Þjóðleikhús, eins og þau standa, þau kveða á nýsköpun, leikferðir landið, þau kveða á alls konar hluti sem að Þjóðleikhúsi getur ekki uppfyllt. Einmitt. En við erum náttúrulega í svo litlu landi og þetta finnst mér við vera kominir í frábæra umræða, svo ég beri þetta aftur saman með fjölmiðlana. Ef að RÚV væri bara, þið
eru bara með þetta fjármagn, þið megi gera þetta og þetta, en á móti þá verðum við að leyfa einkamiðlunum að blómstra, þannig að þið megið ekki gera þetta. Ég bara geti ekki verið meira saman. Mér finnst þetta að vera einhvern veginn svona, það rosa vont þegar þú ert einhvern veginn bæði að reyna að vera ríkisstyrktur en líka að vera á markaði og reyna að vera markaðsvænn og það mjög erfitt að gera bæði í einu. Já, svo verður þetta svolítið eins og svona gamalt hugbúnaðarkerfi sem að alltaf vera plástra í, skilur, og endar á að vera ónótæft. Af því að þú veist nú hvað fara að styrkja frjálsa fjölmiðla fullt af peningum til þess að vega upp á móti því, þú veist hvað RÚV hafa mikla styrki samt til RÚV á auglýsingamarkaði, þú veist, þetta bara orðið einhver hringavillir. Já, og þar myndi ég mitt aftur þar finnst mér alltaf þegar að vera að setja, ég rætti þetta eins og Reynir Traustason, þegar að vera að setja pening í frjálsa fjölmiðla. Það samt að setja pening í stofnanir en akkur ekki frekar að taka upp einhvers konar fjölmiðla laun eins og listamannalaun þar sem að einstakir fjölmiðla menn geta kannski verið á launum í 12 mánuði gegn því að þeir segja ég ætla að skila svona mörgum blaðagreinum, þessum sjónvarpsþáttum, þá eru kannski með rannsóknarblaðamenn sem getur verið að vinna vinnuna sinni í friði, sko. Frábært. Djúvill er þetta góð hugmynd. Þetta ekki góð hugmynd. Ég ræddi þetta við Katrínu þegar hún var menntamálaráðherra og hún tók vel í þetta en ég hef ekki heyrt neitt af þessu síðan. Nei, ég meina því svo bara, þú veist, þetta hér eins og allsstaðar út allan heim, að það eru fjársterkir aðilar sem eiga þessa einkareknu fjölmiðla sem hafa hagsmuni að gæta og allir fréttaflutningur verður bara mjög obskjúr. Bara algjörlega. Og svo búum við í þessu litla landi og það gengur rosa mikið út og það þarf að samfara okkur að þetta sé besta landi í heimi. Við búum hér við ótrúlega mikið frelsi og besta heilbrigðiskerfi í heimi og eitthvað svona til þess að við verum þakklátt og við eigum svo stórkostleg leikhús og allt þetta og svo bara ferðu til útlanda eins og ég gerði kannski allt og seint og áttaði bara býta, heyrðu, þetta er ekki rétt. Nei, ég hef aldrei fengið betri heilbrigðisþjónustu í Bretlandi. Ég hef aldrei séð fjölbreyttar og skemmtilegra leikhús í Bretlandi. Og maður er alltaf með hennan fyrirvara sem er líka rosalega leiðilegt, að eins og þú sagðir áður en þú byrjar að tala um þetta, ég er ekki að gagnrýna leikarana. Mér finnst það svo augljóst, auðvitað er þetta ekki að gagnrýna leikarana. Þegar ég er að gagnrýna fjölmiðla og einhvern strúktúr, þá er ég ekki að gagnrýna einstaka blaðamenn. Fullt af æðislegum blaðamennum á Íslandi sem er að vinna núna alveg stórkostlega vinnu, sko. Og það er annað sem er einhvern veginn svona í Íslandi, maður gaggrínir eitthvað, einhverja stofnun, þá maður að gaggrýna alla sem vinni í stofnuninni. Ég meina en þetta er kannski bara hluti af einhverju svona eyþjóða samfélagi, sko. Við erum fámenn. Við erum fámenn, en þetta er líka einhver svona, þú veist, að mjög fyndi, ég er að lesa þessa bók, eða búin að lesa bók, er að pæla í bók sem að heitir The Icelandic Adventures of Pike Ward, út af verkefni sem ég er að fara að vinna. Og það er sem sagt Breti frá Devon, sem að er hér í 20 ár, hálft árið, frá 1896 til 1916 að kaupa fisk og kaupir alveg 500 tonn á ári og borgar alltaf í peningum og hann kaupir alltaf af Íslendingunum. Hann er ekki, að því hann sá bara viðskiptatækifæri í því að Danirnir og Þjóðverjarnir og Frakkarnir sem voru hérna að veiða og allir þessir, þeir vildu stórþorsk. En hann er bara búið til fish and chips sem á þeim tíma var saltfiskur. Og hann er bara, ef ég kaupi bara minni fiskinn, beint af bændunum, fæ hann á spotprís, flyt hann til Englands og sel hann, flott viðskiptahugmynd. Og hann á þessum 20 árum á stóran þátt í því hvernig íslensku sjávarútvegur breytist, vegna þess að alls konar fólk út allt land fékk peninga, ekki vöruskipti, eins og menn fór alltaf í gegnum Danina, og gat þar að leiðandi fjárfest í bátum eða mótorum eða einhverju öðru sem það þurfti. Og hann sem sagt greinilega 1906 ákvörðan að skrifa dagbók hvern einasta dag sem hann er hérna frá apríl og fram í október og það er náttúrulega búin að vera á Íslandi í 16 ár cirka 10 ár þannig að hann fann að þekka Íslendinga mjög vel, hann lagði sig fram að tala málið og hann var gaman að ferðast Ísland, hann reið mikið á milli bæja til þess að versla fiskinn og tala við menn og hann var gaman að gista inn á bændum og hann talaði málið og spilaði vist við kallana og svona sko, var svona gæi og hann segir svo skemmtilega sögur í Íslendingum og að því við erum að tala um þetta hvað Íslendingar taka allir persónulega það er svo frábær saga þarna að þarna 1906 komið áfengisbann og eina leiðin fyrir Íslendingarna til að ná sér í alvöru vín var uppáskrift að fá spritt úr apóteki og hann er á Seyðisfirði og og það er danskur apótekari og danski apótekarinn og Pike Ward voru góði félagar og
og hann að segja Pike Ward sko að já, Íslendingarnir að koma með reseft sko og fá spritt og ég veit alveg að þeir að koma sko, ég sé alveg þetta sama resefti, þú veist, það eru margir kallar að koma með sama resefti, þess að ég sé þetta alveg, en þú veist, ég nenni ekki að vera með leiðindi, þú veist, að því að kalla grein verða nú að geta lift sér upp sko. Nema að svo einhvern tímann finnst hún nóg komið sko, þá einhverjir margir kallir búin að koma í röð með sama reseftið og hann segir eitthvað svona, heyrðu, strákar, þetta nú bara komið gott. Og þá fær hann bara, þú veist, þá á bara berjan, þá að koma honum úr landi og hann dana djöfull og þú veist, allt þetta sko, af því hann setur Íslendingum mörk, skilur. og hann eitthvað svona verður svona pínu sár af því að hann búinn að vera að sjá ekki hvernig fingur sér með þetta sko og leyfa köllinum að fá miklu meira en þeir átt að fá og svona og segir eitthvað svona við eitthvað svona hóp herruðu strákar, nú skulle þið nú bara hafa ykkur hæga sko, þið átt að berja hann og svona, hann eitthvað svona, hei strákar, nú skulle bara hafa ykkur hæga, ég nú búinn að fylgjast með ykkur og þið búin að vera fullir og í kela við þess og þessa stelpur og þið skulle nú bara aðeins hafa ykkur hæga og þá bara fær hann bara allan Seyðisfjarðarbæ upp á móti sér, það bara búið að kæra hann og það bara daginn eftir búið að dæma hann til þess að sko greiða 100 krónur í sekt sem var hellingspeningur á þeim tíma og Pike Ward segir, ég vona að læri á þessu að þú ræðist ekki á Íslendingana. Nei. Þeir mega berja hvern annan og þeir eiga sína skrýtnu venjur og hefðir varandi fjölskylduminstur og hvernig þeir aga hvern annan til og svo framvegis, en ef þú svo mikið sem sko sparkar í áttina einum þeirra, þá færðu all gengið upp á mót, það verður allt persónulegt. Og þetta svona pínu held ég í íslensku þjóðarsálinu. Að þú veist, að við erum alveg rosalega fljót að taka hlutum persónulega. Hvaðan kemur þetta? Ég held að sé bara frá þessum tíma. Já. Og þetta náttúrulega ekki svona þessi ósagða Íslandssaga, að allar þessar miðaldir þar voru sko, þessar myrku miðaldir þar sem við áttum að hafa verið svo einangruð og eitthvað svona, þar eru, þú veist, það eru baskneski sjómenn og þýskir og franskir og breskir og danskir og norskir, út allt, með verstöðar og hvalstöðar og eitthvað svona, og Íslendingarnir héldu sér svona sér. Já. Og það mjög gaman að tala við menn sem eru fróðir um þetta, eins og Geir Voge, sóknarprestur í Reykholti, sem góðu vinur minn, ég sem sagt sveitamaður úr Reykholti, hann mjög gaman að tala þennan tíma við hann og hann segir til dæmis að bara hvort það var 1400 eða eitthvað, þá byrja svona bæjamyndun á Íslandi í kringum erlendar sjávarútveg. Og fólk flykkist í vinnu, segir sig úr vinnumennsku og fer þarna og vinnur fyrir þessa erlendu kaupmenn og sjávarútvegsmenn. Nema hvað síðan kemur eitthvað svona tími þess að bara gefur ekki og það kemur engin fiskur í 2-3 ár. Og þá, hvað á að gera af allt þetta fólk sem í þessum þorpum, sem búið að venjast í að fá þessa vinnu, það bara sveltur heilu hungri og það sagt til sveitar. Sagt til sveitar? Það sagt til sveitar, það sem sagt sveitin sem þú fættist í bara ábyrgð á þér. Og eftir þetta, sem sagt, segja stórbændurnir við konungsvaldið, segja, þetta gengur ekki. Við getum ekki bara verið einhvers konar svona bakvarðasveit sem tekur við öllu þessu fólki þegar illa gengur. Og svo vill það ekki gera neitt fyrir okkur þegar vel gengur. Þannig að þá eru sett þessi lög sem banna bæjarmyndun á Íslandi. Já. Þú veist, og þetta hlutur sem ég vissi ekki fyrir. Nei, ég hef ekki pælt í þessu. Þegar ég var að gera þættina mína í hittifyrra, Guðmundakviðu, þessar svona áfallastreitu röskun sem erfist milli kynslóða. Þannig að alltaf á þetta sé einhver ástæðu, en þetta verður svona bara mjög snemma svona us against them. Já. Og það einmitt önnur frábær saga sem að Pike Ward segir að þegar hann 1906 þá verið að leggja telegraf, hvað telegraf aftur? Símskeiti. Símskeita. Já, það verið að leggja símskeiti, þess að það búið að leggja sæstreng til Seyðisfjarðar og svo verið að leggja línu frá Seyðisfirði til Reykjavíkur. Svona símalínu. Já, svona símskeita línu. Símskeita línu, já. Sem að var bara þjóðþrifamál að geta fengið fréttir erlendis frá og sent skeiti og panta vörur og svona. Íslendingar höfðu aldrei getað þetta. Nema að það hellingsvinna í boði fyrir Íslendinga að grafa fyrir staurum og hjálpa til við að setja upp þessa línu. Engin Íslendingur fékkst þess að vinna. Þannig að allir verkamennirnir voru norsarar. Það var norskt fyrirtæki sem var að gera þetta
Íslendingarnir voru of góðir með sig til þess að grafa staura fyrir einhverja normenn. Eða kannski bara þorði ekki eiga þessi samskipti, að það var bannað. Það var bannað að eiga samskipti frá þarna 1400 eitthvað við þessi erlendu sjómenn og það var mitt fallegt þegar að Geir sagði, hann sagði, þú veist, allstaðar við sjávarsíðuna voru til alls konar munir. Hérna falleg bollastell og brótiraði dúkar sem að Íslendingar átt að geta. Heldur fengu þá í viðskiptum við þessa fiskauppmenn sem var ólöglegt. Og það verður til þessi saga álfana. Hann sagði, þetta einn svona skýringin á þessum álfarsögum. Þegar að yfirvaldi kom og spurði hvað fyrstu þennan dúk, eða hvað fyrstu þetta bollastell, þetta frá álfunum. Ég aldrei ekki þetta. Nei, þú máttir ekki segja En þetta er svo skemmtilegt því síðan erum við í hinaröndina, svona við og hinir, en í hinaröndina höfum við alltaf verið einhvern veginn óbóðslega gaman ef að útlendingar segja eitthvað fallegt Ísland, eða við erum einhvern veginn viðurkennd af einhverjum sem starri. Og það er smá, við erum kannski með árunum að verða betri, en það er þessi klopningur, annars erum við bara, við getum bara alveg gert þetta alveg sjálf og við erum nú bara best hérna. Og síðan, það er nú alveg æðislegt ef einhver segir að við séum ágætt, Við flökkum og minnum átt að kendi við í mikið mennsku brálaðir. Ég meina, ég hef oft sagt bara að það er stutt í torfbæinn á Íslendingum og ég held að við séum skítrætt það ennþá í þjóðasálinn að vera aftur rekin inn í torfbæina, Þú veist, þannig að við erum með alveg rosalega mikla uppsafnaða minnum átt að kend. Út af þessu öllu, að því að við vorum bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona hjörð inn til landsins og svo voru eitthvað útlendingar af fiskalstaðar og höfðu það mjög gott komið til landsins aftur að því að svo mikil peningur að Íslendingandi tók ekki þátt í þessu. Nei. Og við, þú veist, það verður til einhver svona ofboðslega skrítið minnumáttakend og svo þetta, einmitt, eins og best gerist í útlöndum. Þú veist, sem að mér finnst alveg bara svona frasi sem ég fæ alveg bara svona, ég fæ svona hrolli, ég heyri þetta. Eins og best gerist í útlöndum. Já, og ég man einmitt þegar Harpan var opnuð, þá var þetta, vitnaði í konu sem sagði þetta í viðtali að þetta væri bara eins og verið að koma til útlanda. Það væri bara eins og best gerist í útlandum. Og þú sem erum við í alvörunni talað að reisa tónlistarhús til þess að geta sagt þetta er eins og best gerist í útlandum. Einhverja svona gler Manhattan höll. Og enn og aftur, ég er ekki að deila Ólaf Elíasson eða arkitektur. Þetta er fallegt hús og hefur sýnt fram á, þú veist, að það þjónar á þetta þjóna tilgangi sínum og þetta verður frábært ráðstefnuhús og allt það, En það er bara, hver er ástæðan fyrir þú fer á stað og hver eru mælikvarðarnir á success þú veist, það er svolítið það sem að ég set alltaf spurningamerkið og mér finnst rosa skrítið þegar að ríkistyrt leikhús takað upp hjá sér að kaupa söngleiki frá West End með leikmynd og konsepti og setað upp hér þú veist, það er svona, já við getum gert þetta líka bara eins og best gerist í útlöndum, þetta er ekkert verra hér en bara að fara á West End farað þá bara á West End ekki í COVID, en skuli verður venjulegu árferði algjörlega þá ertu bara kostar þér bara svipaðan pening algjörlega af því að þetta verður náttúrulega líka svo dýrt hvað kostar, miða á söngleiki kostar 10 skall já, skilur við mér vera leið okkur mjög skemmtilega inn í svona umræðu að því þú talaður við mig daginn svona þetta með að tilheyra og þetta að vera í hópi og mér stu verið einhvern veginn svona leið okkur inn í þá umræðu þetta einhvern veginn af hverju að því ég hef svo mikið af hverju móðgast ég ef að stofnunin sem ég vinni er gagnrýnd og jafnvel einhver getur móðgast núna því við erum að tala eitthvað svona, við erum að alhæfa eitthvað Íslendinga ég veit ekki af hverju, ég tek aldrei nærri mér ef einhver er að gagnrýna eitthvað Íslendinga því ég veit hvernig ég er mér er alveg saman hvernig fólk talar almennt Íslendinga já og það er svona einhvern veginn og þá er það þetta, við náttúrulega erum einhvern veginn þannig gerð að við viljum tilheyra hópi og ef við erum komin í að tilheyra og ég hef oft pælt í þessu eins og bara þegar maður er að tala fótboltalið sem maður heldur með útlöndum og maður segir við og allt þetta skilur já, einmitt þú er að stúdera bara þetta með hvers mikilvægi þess fyrir okkur að tilheyra já, má ég pissa? Þú mátt pissa, pissupása það er geggjað ég get ekki pissupásu síðan Esper var þetta Bökkum við þá aðeins að hvernig gerir þetta? Nei, heldum bara fram þetta er að hafa þetta nóg rátt já, einmitt það verðst að við gott mikið haft mækið með okkur inn í pissu nei, já, mér finnst ótrúlega gaman að pæla, ég er alveg rosalegt nörd og mikil pælari og
og svo ég náttúrulega bara svona sveitastrákur í mér. Mér finnst ósvalega gott að vera einn. Mér finnst rosa gott að vera einn bara einhvers staðar með gítarinn minn og lesa og pæla og eitthvað svona. Mér finnst þetta æðislegt og mér finnst einhvern veginn eins og þetta líf sé tækifæri til þess að kynna sjálfu sér sem best og læra sem mest. Það til þess finnst mér lífið vera. Og svona í þessum pælingum öllum þá að því maður veltir þessu fyrir sér, þú veist. Til hvers þurfum við yfir höfuð leikhús? Til hvers þurfum við yfir höfuð fréttamiðla? Og þú heyrir alveg svona fundamentalista sem segja bara, þú veist, lífið saltfiskur og allt annað bara aukaatriði. Þú veist, og það og ef þú ert í þannig árferði og ef þú vilt hafa það þannig þá passar upp á það að hlutir eins og fjölmiðlar og leikhús og helst menntastofnanir séu máttlausar. Þú vilt ekki að þetta séu öflugt. Þú vilt bara að þetta sé svona afþreying, óþarfi og prófessora séu skrýtnir kallar, skrýtna skoðanir sem hafa aldrei mýið í saltan sjó og svo framvegis. Og þú heyrir þessi sjónamið, listamenn séu aumingjar og afætur og eitthvað svona. Og þegar þú ert að pæla í þessu, þú veist, hvað er ég, að ég hef oft fengið þetta bara, hvað er ég að gera? Þú veist, hvað er ég að reyna að gera? Leikari maður, þú veist, okkur er ég ekki í Afríku einhvers staðar að vinna og gera eitthvað að viti, þú veist, okkur er ég ekki forstjóri í einhverju fyrirtæki, þú veist, ég er með MBA-gráðu, þú veist, og bara stóð mér mjög vel þar, ég gæti gert alls konar, en einhvern veginn vel ég mér að vera í þessu og helst vil ég vera að bastla í einhverju svona sjálfstæðu og finnast eitthvað tilgangur, þú veist, að vera að bæta samfélagið. Þannig að maður fer að pæla í þessu og svo einhvern veginn á þessari leið þá dettur upp í fangið á mér bók þar sem er til dæmis umfjöllun tvo rússneska vísindamenn sem hétu Uspansky og Gurdjieff og þeir eru þarna einhvern tímann svona fyrir hluta fyrstu áratugum síðustu aldar að rannsaka þetta, hvað þarf manneskjan mest á að halda og þeir eru, þú veist, að beita mjög svona, kannski vafasumum aðferðum og allt það, en eru vísindamenn og eru að reyna að gera þetta vísindalega og þeir, sérst, eru rauninni komnir að þeirri niðurstöðu þegar að réttar eru sendir í gúlagið, eins og allir, að það séu 6 vetnissameindir sem að manneskjan þarf á að halda til að þrífast. Og fyrstu 3 fannst þeim frekar augljósar og þeir voru frekar fljótir að skilja það. Og það var vetnissameind sem hefur eitthvað númer og hét eitthvað sem ég man ekki hvað en hún tilherði, sem sagt, kemur úr vatni. Við þurfum öll að drekka. Önnur vetnissameindin sem hafði líka eitthvað númer og eitthvað nafn hafði með fæðu að gera. Og svo þriðja þarna megin í kjötheimum hafði síðan með náttúru að gera. Við þurfum náttúru á einhvern nátt. Og þetta eru við svona öll bara mjög sammála við þurfum mat, við þurfum vatn og við þurfum einhvers konar náttúru. Svo það sem þið komið mest á óvart var að þeir fundu 3 vetnissameindir sem að maðurinn þarf meira á að halda en þetta þrennt. Og það er vetnissameind sem þú færð út úr því að tilheyra, eins og þú varst að tala og ef þú hugsar það þá, þú veist, öll þessi öfgatrúar hópa samtök þar sem að menn koma sér ekki út, þú veist, og drink the Kool-Aid, frekar heldur hún að segja bara, hei krakkar, þetta er bara rugl. Þú ert frekar tilbúin að drepa þig, heldur hún að tilheyra ekki. Þú ferð í stríð fyrir þjóðina þína, frekar hann að tilheyra ekki. Og svo framvegis. Svo var það þörfin fyrir að trúa á eitthvað sér æðra. Og þannig ertu á Íslandi komin á mjög hálabraut, en ég er ekki að tala trúabrögð og þeir föttuðu það, þetta er ekki trúabrögð. Heldur, við þurfum öll, ef að við trúum bara á okkur sjálf, þá endum við á að vera geðveik. Og þú getur trúað á hvað sem þú getur trúað á fjölskylduna þína, þú getur trúað á landið sem þú býrð í og þjóðina þína, þú getur trúað á fótboltafélag og sagt við, skilurðu, en þú þarft að trúa á eitthvað. Og þú þarft að trúa því líka að ef þú fer með barnið þitt á leikskóla, þá þarft að trúa því að þegar þú kemur aftur að sækja það, þá sé ég lægi með það og það sé þarna.
við förum upp í flugvél, við spyrjum okkur ekki einu sinni ennþá, skilur, við förum 10.000 fet upp í loftið og það einhverjir 2 gæjar fram í 30-40.000 fet, það einhverjir 2 gæjar fram í sem að gæti alveg verið snargeðveikir að stýra og við erum bara fúlir ef við erum ekki með nóg leg space og þú bara treystir eða þú lendir og svo verði allt í lagi og svo komist aftur heim og þegar þú kemur aftur heim verði fjölskyldan þín ennþá annars færir ekki þannig að geðveikur maður sem hefur ekki trú eða kona endar á því að vera með börnin sín í fanginu inn í hotnherbergi skilurðu skítrættur og snargeðveikur þannig að þú verður að trúa á eitthvað hvað svo sem það er og svo er það þriðja var sem þeir áttu erfiðast með að átta sig á var þessar tákmyndir fyrir það sem við trúum á. Já. Og þarna kemur þessi ótrúlega þörf mannsins fyrir að vera hérna, þú veist, með hálsmenn, þú veist, þú fer í stríð og fer með hálsmenn með konunni þinni. Þess að minna þig á að það er eitthvað sem þú ert að berjast fyrir. Þannig að ef þú hefur þetta ekki hjá þig, þá verður þetta langt í burtu. Og það er bara gamla sagan úr Biblíunni þegar Móse fer frá Ísraelunum og segir ég ætla að fara upp á fjall, ég ætla að fara að tala við Guð ekki rugl á meðan sko ekki rugl og svo þegar hann kemur tilbaka þá er þið búin að búið til gullkálf sem þau eru að dýrka skilurðu, af því að Guð er bara aðeins svo langt í burtu og þess vegna þurfum við presta og þú veist, fólk tattúerar eitthvað á sig þú veist, tattú þú veist, eitthvað sem þú stendur fyrir, eitthvað sem þú virkandi svona vilt, þú veist og þarna kannski er í nútíma samfélagi er sko mesta hættan vegna þess að þetta er orðið alveg vitað og viðurkennt og öll sálfræði segir okkur þetta og þú veist, meira að segja Freud talaði þetta og Carl Jung talaði þetta er alveg svona gömul hugtök í sálfræði og þetta vita menn sem að taka sér stöðu sem trúarleiðtoga til þess að misnota aðstöðu sína þeir vita það að þeir eru að stíga inn í þetta milliþrepp, þar að segja táknmyndina fyrir það sem þú trúir á og þetta er svo djúpt í þér, ég meina strákur mér var ekki gamall þegar hann vildi setja upp mynda upp á fótboltamönnum sínum upp á vegg skilurðu, þetta kemur svo snemma inn þetta element. Hefur þið lesið Man's Search for Meaning eftir Viktor Frankl? Nei. Leitin að tilgangi lífsins, geðlæknir sem lifði af útrýmingabúði nasista og hann sagði mitt bara það er þetta væ þeir sem lifðu þetta af, þeir höfðu nógu sterkt væ talandi þetta með táknmyndin og eitthvað að þegar að mann eftir þess að hann lísti sko að sígarettunar voru gjaldmiðill fyrir mat og þeir voru náttúrulega allir svo vanærðir leiðum að sá einhvern reykja sígarettuna hættur hann á þannig sem gjaldmiðill þannig að bara, þá vissi maður bara þess að fara að deyja innan nokkra daga einmitt. Þá er það einmitt þetta einhvern veginn að við erum það sem heldur í okkur lífi er trúin á einhvern aðri tilgang eða eitthvað og hjá honum var það að hann var allan tíman með ég ætla að sjá konuna mín aftur einmitt. Það var það sem ég held í honum lífinu sko. Algjörlega, settum hann í einangrun og hann byrjar að rissa eitthvað á vegginn þú veist, það sem hann trúir á þannig að þessir þrír þessar 3 vetnisendir fólk er tilbúið til þess að deyja þar að segja svíkja sig vatn og mat og náttúru fyrir þetta þrennt að tilheyra það sem það trúir á og tákmyndir þess sem það trúir á. Svo spurning út frá nútímanum, hvernig er að sko tilheyra einmitt í hóp þar sem þú ert í hópnum, að því heldur séum öll svona træp versus það að þú allir komið með einhvern hóp á Zoom eða hóp á internetinu. Maður svona veldur í fyrir sér, getur svo tenging einhvern tíðan orðið jafn sterk og ætlum getið búið til sömu vetnis? Nei, það er það sem að til dæmis þeir tala en þeir eru að uppgöta þetta fyrir tíma Zoom og internet, þannig maður veit ekki hvað áhrif þetta hefur en til dæmis sko, það á sér stað eiginlegur orkuflutningur sem er alveg jafn mikilvægur eins og það að fá sér að drekka að borða, þannig að til dæmis ef ég og við förum á tónleika með uppáhalds tónlistamanninum okkar og við erum öll komið kannski saman 1000 manns eða 10.000 manns eða 40.000 manns þú veist, og erum að bíða og svo kemur Guðinn okkar og syngur lagið og við syngjum öll með þú veist, við erum að senda orku upp á svið fullt af orku og þú sérð þegar fólk kann að taka á mótinni og vinna með hana, það er þetta star element, það er eina útskýningi sem ég hef fundið á þú veist hvaða fólk er með þetta star element, það er fólk sem kann að taka þessu orku beislana og svo sendur hann tilbaka allir syngja með,
allir fara heim geðveikislega ánægðir. Akkurat. Búnir að ferðast til Parísar, sjá upp á allt tónlistamanni sinn, eyða fullt af peningum, það allt þess virði og þetta næring sem kannski duga þér og fyrir sumum dugar þetta bara út lífið. Eins og í múslimaheiminum, þar sem þú ert rétt á því að fara til Mekka og þetta duga þér bara út lífið. Þú ert búin að fara. Þetta er ekki pæling. Þú veist, þannig að það má ekki vanmeta þetta og þegar ég man að ég var í svona smá leikara listamanna tilvistakreppu þegar ég fann þetta og ég var svo glaður og allt í einu hugsaði bara, wow, já, ég hef tilgang. Akkurat. Þú veist, ég þjóna alvöru tilgangi. Akkurat. En tilhneigingin á Íslandi, að því að kannski það er svo stutt síðan við komum úr torkónum og það er svo stutt síðan og ég elst upp í sveit með langömmum öfum sem að í alvörunni upplifðu hungur. Sem í alvörunni fengu spænskuveikina og mundu þann tíma þegar að 2 af hverjum 3 mönnum dóu til sjós, 1 af hverjum 3 konum dóu af bassförum og annað hvert barn dó. Skilurðu? Að þú ert ekki rosa mikið að pæla í eitthvað list eða þú veist, hvort að ég á rétt á að og veldur þessu líka stundu fyrir sig með mismunandi heimsluta því þegar ég hef farið eins og til Grikklands eða ég fór til Líbanon og þá kemur maður í borg sko, sem er næst elsta samfellda borgarmynd í heimi, Byblos, búið að vera byggðan í 7000 árum og veldur mér sko, fyrir 300 árum en þau farið á vestfirðin og spurt eitthvað, hver er tilgangur lífsins? Ég var að veiða fólk þarf að borða. Já. Skilurðu? Nei, örgulega bara, hann er þess að fjölskylda mín og Guð. Já, en versus sko einhverjir staðir þar sem að þú ert búin að hafa kannski þessar grunnþarfir miklu auðveldari. Það sem er gott veður, það er einhvern veginn ávextir á trjánum. Þar var fólk kannski farið að velta fyrir sér þessum tilgangi lífsins og einhverju heimspeki og einhverju, og meðan að sko, það var ekki eins og komið fólk hér. Nei, það var bara ekki pláss. Ég meina, frændi minn var að vinna fyrir einhvern 2-3 árum að einhverju hann er vinnur í svona viðburðarstjórnun og hann var að vinna að viðburðum til að fagna 600 ára borgaramali Kaupmannahafnar. 600 ára borgaramali, skilurðu. Þannig að bara meira sér Danir voru komin svo miklu lengri en við á þessum tíma. Þannig að þú veist, þetta er ótrúlega áhugavert ferðalag sem við erum á, Íslendingar. Og mér finnst við alveg á mörgu leiti vera komin ótrúlega langt og ég meina, við náttúrulega við erum ennþá með þetta gen, þú veist, það sem að fólk sem að ól mig upp og ömmur og afar og svona, það spurði sig aldrei eitthvað svona nenni þessu, eða þú veist, langa með þetta. Nei, það var bara verkefni sem þurfti að vinna og þú vannst jafnvel dögum saman við að, þú veist, að sækja fé upp á fjalli eða eitthvað svona. Það var enginn að spurja sig einhvern veginn, hef ég áhuga á búskap, þú veist. Nei. Nákvæmlega. Þú veist. Nákvæmlega. Og við erum komnir á þennan leigir fyrir ofan að þurfa að vera að hafa áhyggjur af þessum grunnþörfum, sko. Já. Þá verða til allt annars konar pælingar. Já, en það er líka bara þetta, það er ennþá verið sko að búa til skýrslur sem að sýna fram á mikilvægi lista fyrir hagkerfið. Skilurðu? Já. Af því það er ekki hægt að aksepta það að listin per se er mikilvæg ekkit endilega bara fyrir hagkerfið. Nákvæmlega. Heldur fyrir það samfélag eða, já, bara fyrir velmegun samfélagsins yfir höfuð. Ég meina það, veist, þú ferð inn í flóttamannabúðir og fólk syngur og dansar við eldin. Algjörlega. Þú veist. Algjörlega. Það veit ekki hvernig morgundagurinn verður að hvort að fara að borða, en það syngur og dansar við eldin. Akkurat. Þú veist, og það er svolítið held ég það sem við þurfum svolítið að átta okkur á betur, að við verðum aðeins að skipta út mælikvörðum. Mér finnst leiðinlegt á köflum, mér finnst leiðinlegt að listin þurfa að fara í hagrænt mat til þess að fólk átti sig á mikilvægi þess. Já, algjörlega, því það er náttúrulega bara ekkert hægt að meta alla hluti þannig. Nei. Það er ekki hægt. Og svo er fullt af hlutum sem að vera gagnslausir í dag sem verða að brjálaðast að miklum menningaverðmætum eftir 100 ára. Algjörlega. Og við erum líka átt okkur á því, sko. Algjörlega, og svo er þetta bara sem er aldrei hægt að mæla. Ég meina, það var einhver sem fór á einhverja leiksýningu og var alveg í tætlum og hann var þannig inspireraður að það breytti líf hans og hann kannski kom í veg fyrir að hann yrði öryrki og þar með var sparnaðurinn 90 milljónir af þessum eina einstaklingi, skilur við vitum aldrei. Nei, algjörlega. Og svo líka bara þetta sem að kemur einhvern að þessu, þú veist, aftur af þessari umræðum, þessar vetnisamyndir og þetta, að það er svo skrítið og mér finnst við erum að komast þangað, hægt og rólega.
þú veist, að gamla samfélagið okkar sem að gekk út á boð og bönn var þess eðlist að þú þurftir að ákveða hvers konar manneski þú ætlaðir að verða. Og það voru prinsip og það er að segja það voru lög og reglur og ef þú braust lög eða reglur þá varstu búin að gera eitthvað sem gæti aldrei verið tekið tilbaka. Þú varst orðinn fangi, þú varst orðinn afbrotamaður eða eitthvað og þá var svo erfitt að taka það tilbaka. Eða þú varst orðinn dópisti, þú bara áttir ekki breyk, sko. Þú veist, alveg sama hvað þú gerðir. Og núna erum við svona kannski að byrja þessu umræðu, þú veist, eins og neyslurými, það er að segja að mæta fólki sem á bátt í kærleika. Og frábært viðtal við hann Guðmund Inga Þóroddsson sem er formaður afstöðu, félagsfanga, þar sem hann bara segja, ég er búin að kosta samfélagið 200 milljónir, þú veist, sem fangi. Og svo segir hann, þú veist, talar um sko tækifærin sem hann hafði til þess að, hvað maður segja, bæta sig sem manneskja, fá nýtt start, voru bara mjög skortnum skammti inn í þessu kerfi. Þú veist, þannig kannski 10-15 ár, einhverju svona fangelsi og það er ekkert verið að reyna að hjálpa honum, sko. Og það er löngu vitað að cirka 80% fólk sem situr í fangelsi er fólk sem á sko stóra áfallasögu. Og er hægt að hjálpa. Algjörlega. Það eru cirka 20% sem eru með einhvers konar siðblindu eða eitthvað sem þú getur ekki hjálpað og þá þurfa þeir bara aðra meðferð og þurfa kannski að vera á stofnun. En hitt fólki þarf ekki að vera á stofnun. Nei, það þarf bara hjálp. Gífulega mikil fylgni líka yfir í ADHD hjá karlmennunum sem fara í fangelsi og þetta eru þó karlmenn sem að hafa bara, þeim hefur verið hafnað í menntakerfinu. Algjörlega. Og þeir einmitt finna síðan sinn hóp annars staðar en í skólanum. Af því þeir finna allt í einhvern hóp þar sem þeir eru samþyktir. Það er kannski vafasamur hópur sem er ekkert frábær fyrir þá. Nei, einmitt. Og þú veist, og þetta er bara þú veist, þetta bara gengur yfir allt, sko, þú veist að við erum vonandi af einhvern svona skrítinhátt að komast úr þessum svartkvítafasa þú veist, það sem er öllu skipt, þú veist, ertu með okkur eða mót okkur, þú veist, einhvern veginn svona morfís-stæl Erum við ekki líka að byrja átt okkur betur og betur á því, náttúrulega kannski síðustu árum búið að koma mikið fram úr fíknifræðunum sem segir að andstaðan við fíkn sé tenging og kærleikur einmitt og og þá kemur einmitt satt svo í mér þegar ég skrifaði bókinu um Björgvin Pál, þessi setning sem hann sagði mynda elska fólk mest þegar á það minnskilið af því það er þá sem það þarf tenginguna, sko. En það er enginn að segja þessi auðvelt af því manneskja sem er kannski aggressív eða gefur frá sér þannig orku að því langar bara mest að hlaupa frá henni, það er mjög erfitt að reyna að sýna henni kærleika akkurat á því mómenti, en það er kannski lausnin samt. Já, og maður finnur alveg sjálfur, núna náttúrulega, þú veist, er ég orðin miðaldra maður með fjölskyldu og maður finnur alveg að það er ekkert langt í að þú farir í þessi gömlu viðbrögð, þú veist, og þú veist, og þú ferði í þetta og hættur þessu ekki, og hættur ekki byggja nammið þá bara skiljið eftir, þú veist, og maður svona, hvað er ég að segja? Þú veist, ég er að hóta barninu, að útskúfa það úr samfélaginu og akkurat, þú veist, hvað er ég að gera með hann í nammiborðinu í Hagkaup? Það sem hann er bara inn freistingar sem hann ræður ekkert við og svo er ég reiður út í hann þú veist, þetta er svo sturlað þetta er galið og ég vil líka alveg taka þetta lengra og segja elskaðu sjálfa þig mest þú átt að minnskilið hárrétt ég held að það sé líka ég held að það sé hlutur sem að náttúrulega ég og þú að því við höfum báðir svona aftur smá fíkni vandamála stríða að ég sá þetta einhvern tímann einhverju litgrafi mjög flott að það var sko verið að tala um þær tilfinningar sem að hafa neikvæðustu bylgjuhreyfingarnar. Það eru skömm, ótti og sektarkennd. Þú veist, meðan að þeir sem eru efst og lyftaði mest upp og látaði líða best eru kærleikur og þakklæti og þessi hlutir og að tilheyra og líða vel í eigin skinni. Og ég held einmitt að þegar okkur líður hvað vest og erum uppfull af skömm, ótti og sektarkennd, að þá byrjum við líka ofta að berja okkur sjálfum. Þú veist, þú átt ekki skil í þetta. Hárrétt. Þú átt ekki skil í velgengni. Hárrétt. Þú veist, það elskar þig enginn. Þú byrjar að berja á þig sjálfur, sko. Ég myndi ganga svo langt að segja allavega í mínu tilviki sé það sem hefur breyst mest hjá mér á síðustu svona 5-10 árum mér finnst ég fyrsta skipti alvörunni vera að byrja að elska sjálfum mig, sko. Það er rosalegu lykill, sko. Hætta að labba bæinn og vera einhvern veginn eins og maður sé sakamaður að því maður er inn í sjálfu sér maður að segja sjálfu sér að maður sé versti maður á jörðinni og þá náttúrulega ertu ekki að fara að koma vel fram við aðra, sko. Nei. En ég held að sé líka, sko, þú veist, það er eitt, þú veist, sem ég er búin að hugsa mikið
að til dæmis eins og þegar ég krakki þá rosa mikið lögð áhersla á orðspor þitt sem eðlilegt í gamla sveitasamfélaginu vegna þess að ef orðspor þitt beið hnekki þá varstu persóna non grata. Algjörlega. Bara sjálfkrafa. Algjörlega. Og það gat verið hvað sem þar að segja í áfallasálfræðinni gerur mjög sterkan greinamun á áföllum af náttúrunarhendi sem að þú veist, ef þú lentir í því að missa menn til sjós, þá var enginn að fara áfallast þig. Ef þú lentir í snjóflóði, var enginn að fara áfallast þig. Ef börnið þín dóu, þá var enginn að fara áfallast þig. En ef einhver átti við drykkjuvandamál að stríða, eða var framhjáhald, eða ofbeldi á heimilinu, eða eins og þetta var því miður á þeim tíma, ef þú gekkst með barni, varst kona og gekkst með barni og vildir ekki segja hver pappin var, þá bara beint í drekkingarhýl með þig, skilur við. Þannig að maður skilur vel að það verið að innrætta börnum það að passa upp á orðsporið sitt og passa upp á að tilheyra og móðga ekki fólk og vera svona bara, hvað maður að segja, náttúrulega markmiðið þú veist, vertu næs við allir kringum þig, en það sem þú ert oft held ég að segja við börn að þess að þú veitir það, allar tilfinningar sem þú díla við, sem eru ekki næs, það ekki heima hér. Skilur. Og ég man allavega að ég var þannig mjög snemma sem barn, sko, að ég bý til eitthvað svona ótta, skömm og sektarkennd sem sem ég vildi ekki segja frá af því ég var skítræddur við útskófun og maður byrjar mjög snemma að vera óheiðalegur. Það að segja ekki eins og ég hafi verið að stela peningum með eitthvað svona, en að segja bara, bara fínt þegar einhver spyrir hvernig líður þér. Bara algjörlega. Veist. Þetta ekki það sem svona stærsta framförin? Mér líður eins og við séum núna alveg fyrstu kynslóðina eða kannski 2 kynslóðir sem að fá allt annars konar uppeldi en Íslendingar hafa fengið hingað til. Ég vona það. Ég meina við erum náttúrulega að taka séns og ég meina það fullt af eldra fólki sem að finnst þetta algjör rugl. En það að tala bara kærleikurinn og einmitt þetta einhvern veginn eins og strákandarinn að systur minnar, bara hvernig þið nota orð, bara ég elska þig og ég sé bara það, krakkar voru ekkert að tala svona í gamla daga. Nei. Og þú veist, einhvern veginn finnst þeir flottir bara og rífa, þú veist, og svara bara ef fullorðna fólki í einhverju rugli og mér finnst þetta svo frábært. Mér finnst það frábært, mér finnst það algjörlega frábært, sko. Og ég, að því við komum úr kannski svona, eða mér finnst ég vera svona millibilskynslóð og þú ert náttúrulega aðeins eldri en ég, kannski samt svipukynslóð, það er svona það sem að var ennþá verið að nota gömlu uppeldisaðferðirnar svolítið og ef það er eitthvað óþægilegt bara sópa því undir teppi og ekkert mikið verið að ræða hlutina og allt þetta, sko. Jú, svo held ég bara líka að þú veist að annar munur okkur er svo að þú ert fæddur uppalinn í borg. Akkurat. Og foreldreinir eru með eru háskólagengin, skilurðu, og eru ekki bæði sálfræðingar. Mamma mín fór í myndlist og handíðaskólanum. Já, fyrirgefðu. Pabbinn sálfræðingur. Pabbinn sálfræðingur, já. Þú veist, ég bara alinn upp, ég eldri en þú og ég alinn upp í sveit. Þar sem að, þú veist, það bara pínu annað mentalitet. Þú veist, ég fyrsti einstaklingurinn móður minna megin sem að líka stúdentsprófi. Þú veist, og það ekki vegna þess að fólkið mitt sé ekki vel gefið, sko. Nei. Það alveg eldklárt fólk, sko. Fólkið í minni sveit, það lærði að verða smiðir, eða fór í búnaðarskóla, eða, þú veist, eitthvað svona lærði eitthvað þess áttar og ég alinn upp með stórfjölskyldunni, sko. Mamma og pappi á sama dal. Þannig ég með alla stórfjölskylduna, ömmur og afa og langömmur og langafa og afabræður og þú veist, ömmubræður, allir inn á heimilinu og aldrei, þú veist, peningur var alltaf aukaatriði. Það var matur og húsnæði sem skipti máli. Það var alltaf 20 manns í mat og ég skil stundum ekki hvernig ömmu mínar og mamma fóru að þessu og þessar konur í sveitinni. Það var alltaf hægt að búa með 1 rúm í viðbót og það var alltaf pláss fyrir 1 disk í viðbót. Þú veist, maður átti 2 föt, svo setti maður bara í þvottavél og fór í hinn. Þú veist, það var ekki til peningur. Það var alltaf til matur og alltaf flýtt og gott og ofsalega mikill kærleikur og í þessu samfélagi, þú veist, það ofsalega mikill kærleikur og ást, það var fullt af göllum líka, mikill alkoholismi svona umvefjandi og svona ótti við alkoholisma. Af því að fólk vissi ekki hvernig átt að taka á þessu. En sem betur fer allan í kringum mig, það er engin, þú veist, það var ekkert ofbeldi og ekkert kynferðisofbeldi, það var engin vondur. En þetta, þannig já, ég kannski, þú veist, ég alltaf upplifað mig sem svona millibils kynslóð líka,
en mér finnst stundum eins og ég hef sleppt einnig kynslóð, Já, að ég er svo skil mikið með og afa Ég skilið. og það var bara, það var ennþá þannig að við vorum á og það var veittur sílungur á sumrin og á sumrin báru beljurnar, þannig að það voru ábristir eða brottur, sem fyrsta mjólkin sem hættir að gera svona krembrúleigur. Ef það veittist í ánni og það var brottur, þá var það í matinn og það var stundum bara dögum saman það í matinn, þó að kisturnar væri fullar á lærum og nautatungum og öllu, skilurðu, vegna þess að amma mín elst upp við alvöru hungur og tekur við heimili 12 ára Akkurat. af því að mamma hennar missi heilsuna og þau bjuggu í Torfbæ, skilurðu, þetta var bara alvöru. Man gleymir þessu stundum bara hvað það er stutt síðan, sko. Já. Þannig, ég elst upp með þessu fólki og þannig að stökkið fyrir mig er rosa stórt en þú veist, ég er svo ofbáslega þakkláttur fyrir að hafa þessa tengingu og fyrir vikið hef ég alveg ótrúlega áhuga á þessum tíma, svona þessum umbreytingatíma úr torfkofunum, svona 1830 til 1930, mér finnst þetta bara ótrúlegur tími. Hann er það. Og þú veist, og ég átti, þú veist, afi minn sem hafi mikil áhrif á mig, þú veist, hann bara fæðist í mikilli fátækt á Akranesi þar sem hann bara allir sofi í sama herbyggi og það er ekki svona í klósett og allt þetta og enda svo bara á því að vera á Skype samtölum við mig þar sem ég bíl, þetta er svo sturglu vegalengd Klikkun, sko. þú veist, og ég man að hann var skítræddur hann var góður á sko sveifasíman en þegar takkasíminn kom hann bara þorði ekki í það hann bara Gummi hringdu fyrir mig hann þorði ekki í það að taka það tók hann bara 20 ár að venjast að íta og taka og takkasíma þú veist Þetta maður getur alveg farið endalust í þessar pælingar einmitt hvernig svona, því við erum líka í millibilskynslu þar að við höfum prófað tímana áður en það voru konið snjallsímar, nú er komin heil kynslu þar sem bara, þú ert bara vanur þessu bara frá því þú fæðist, sko. Já, ég keypti með plötuspilar og strákurum með bara, hvað er þetta? Einmitt. Og setur maður nálinn á og kemur tónlist af hann bara, þú veist, þetta var bara síðan það meikar náttúrulega engan sens þegar þú pælir í því. Þú veist, akkur er þetta ekki bara Spotify? Einmitt. Já, bara því mér finnst þetta cool. Já, ok. Þú veist, má ég fá eitthvað sem er cool? Sem að, þú veist. Mér langaði svolítið að þegar við vorum að spjalla saman fyrir viðtalið, þá ákváðum við að svona stíga aðeins inn í eitt tabú. Já. Af því að við erum búin að ræða þessum, þú nefndir alkohólisma og ég er búin að tala oft við, það hefur hýst þannig á mjög margir af viðmælendunum sem hafa komið eru uppþurrkaðir alkohólistar sem er svona einhvern veginn, er það kannski að því það er fólk sem er með mikla orku og hefur gert áhugaverða hluti, ég veit það ekki. Jú, bara... En það er svona eina af þessum flóttaleiðum sem við höfum notað í gegnum tíðina á Íslandi, það var bara svona allt í lagi að drekka bara. Síðan eru önnur sem er kannski minna talað sérstaklega á kallmennum, sem er bara klám. Og það var svona allavega eitthvað sem ég notaði þegar ég svona þurfti að fara inn í mig sem unglingur, sko, að einhvern veginn að fá bara að vera í minni einangrun og fara í klámið, sko. Og síðan ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum eftir að fara í mun stærri umræðum þetta, því þetta er bara að hafa mjög mikil áhrif á unga kallmenn, sko. Já, Jesús Kristur, sko, og ég einmitt, sko, það var ekki fyrir maður, fór að taka til í þeim málum í samtökunum sem að maður í rauninni gerir sig grein fyrir hvað þetta er skelfilegt og hvað þetta litar mikið tilveruna, sko. Og þú veist, einmitt hjá mér byrjar þetta bara voða saklaus, ég bara í sveit og það var alltaf fyllt af vinnumönnum og það var alltaf einhver klámbluð einhvers staðar undir rúmið, undir rúmdínu og náttúrulega, þú veist, við vorum svo óbáslega mikið af börnum, þú veist, þarna upp í Reykholti og svona og auðvitað erum við, þú veist, einhvers staðar einir heima að leika og erum eitthvað og tökum dínun úr rúminu til þess að búa til eitthvað kastaf og þá eru bara eitthvað blöð og maður bara, hvað er þetta, þú veist, og eitthvað svona og svo erum maður bara allt í að skoða og margt af þessu var náttúrulega saklaust, það voru gömlu brandarablöðin sem voru svona teiknaðar klámbrandarar og svo voru svona tígulgósin, man ég var eitt svona blað sem var með svona sögum og erotískum myndum og við byrjum bara svona, ég var að lesa þetta upphátt fyrir frænda minn sem voru saman í sveit, sko, 10 og 12 ára eitthvað og hann var lesblindur, þar ég las upphátt fyrir okkur báða, þú veist, og eitthvað svona, þú veist. Og svo náttúrulega bara, þú veist, ég man ekki hvað, ég er gamall að byrja að koma vídeótæki í sveitina, sko. Og ég man til dæmis að fyrst var sko keypt eitt vídeótæki á Reykholtsstaðinn sem að skólinn átti og svo var lagt kapalkerfi í öll húsin. Já, ok. Það var ódýrar en að kaupa bara fleiri vídeótæki og menn náttúrulega ekki sá ekkert fram á það að það væri eitthvað þörf fyrir meir en eitt vídeótæki.
Nei. Þú veist, til hvers? Það var bara ekki sjónvarp á 50 og það var vídeokvöld, sko. Akkurat. Og það er að flækja þetta? Já, og það er að flækja þetta. Og svo, þú veist, náttúrulega voru krakkarnir í Reykholtsskóla. Þau fengu að velja einhverja mynd, það var vídeónefnd og það var pöntu spóla með rútunni úr bænum og svo voru menn að stelast til að setja í hryllingsmyndir á nóttinni og stundum klámyndir, sko. Og þetta er allt sem að bara voða saklaust. En svo þegar vídeótekin fara að koma inn á heimili og svona kallmann í kringumann byrja að eignast vídeóspólur eða það koma vídeólegur í sveitinni og svo var sko inn á lager var svona klámmynda þú veist, og þetta ratar heimtímans og ekki bara heimtímans, heldur bara, þú veist, á þessi heimili og við strákandi finnum þetta, náttúrulega, en ekki hvað, förum upp í skápa og eitthvað og finnum, þú veist, við fundum allt, það er bara þannig. Og förum að horfa á þetta og eitthvað svona, en þarna kemur kannski líka, þú veist, bara hvað við erum misjöfn, öllsömmul, að ég man þetta til dæmis að strákarnir voru oft að hittast og horfa á klámyndir og veist við þessu, það er enginn heima hérna pappa og geggjaða mynd og vil ég ekki bara koma eftir að þá var ég alltaf svona gæðin að segja, nei, þetta finnst mér fáránlegt, sko, þetta er ógeðslegt. Já, ég er sammála. Ég vil ekki vera með í þessu, þú veist, svo fór ég einn heim. Sammála. Og gerði það saman og fordæmdi svo drengina. Einmitt. Já, fordæmdi það ekki, skilur hann hérna. En mér bara, það rifjast upp fyrir mig bara þegar við erum að tala einmitt hvernig þessi einangrun og skömm, þú veist, einhvern veginn í mann þegar ég var að ná í fyrstu klámblöðin, sko, þannig að maður er ekki að fara á kassanum og kaupa þetta, þannig að þá var maður líka að stela þeim, sko. Já, einmitt. Og svo setti maður neðst í skúffuna í herbygginu sínu, sko, sem úlingur. Já. En svo hugsaði maður að, allir, þú veist, mamma muni kannski eitthvað þegar kíkja hún í skúffuna, skilur, og maður var alltaf með ótta yfir því. Einmitt. Þannig að maður strax byrjaði með eitthvað svona leyndamál og allt sem tengist þessu. Síðan náttúrulega eðlilegt að þegar maður síðan byrjar að stunda kynlíf, þá ertu búin að tengja það sem snýra kynlífi við einhvers konar, þetta er eitthvað sem má ekki, þetta er skömm, þetta er einangrunarhegðun og allt þetta og það náttúrulega brengla mann á vissan hátt, sko. Já, bæði það og svo hitt sem ég held að hafi líka svolítið fokka mann upp á þessum tíma var að maður hugsaði líka, það er til klám á svona mörgum heimilum í kringum mann. Það er ekki allir að þessu. Einmitt. Og það er ekki séns að konurnar viti ekki af þessu. Ekki séns. Einmitt. Þannig er þetta þá bara acceptable. Að einhvern veginn kallmenn gerir þetta. En það sem tvistar þetta samt síðan fyrir barni og unglingar, samt er enginn að tala um þetta. Enginn að tala um þetta og einmitt, og maður býr sér svona til svona skömm og sektarkennd að því maður fór ekki og sagði pappa áttu klámmynd, skilurðu, heldur maður að vara að stela og stela og allt þetta. Sko. Nákvæmlega. Þegar að ljósbláu myndirna voru komnar hérna á sín. Já. Og mamma er því að ég var svona, þú veist, þegar að var komið sín á mitt heimili, sko, þá var maður að hérna, þú veist, þykjast vera sofandi svo var maður að tekka hvort að liðið væri sofnað svo maður getur farið að laumast, sko. Þetta er svo klikkað, sko. Ég veit, þetta er rosa klikkað, sko. Og svo náttúrulega, þú veist, ég er alveg persónulega, þú veist, bý til þessa skömm og ég er alltaf að gera þetta í einrúmi og svo voru þessi kvenmenn í kringum mig í sveitinni, voru alltaf svona guðum líkar verur, svona þess að ég var að lýsa fyrir þér. Það var alltaf verið að þú veist, það gáttu gert veislu úr engu. Það var alltaf einhver komið í heimsókn, það var alltaf eitthvað til. Það var alltaf pláss og endalaust pláss í hjartanu. Þannig að maður fer út í lífi með eitthvað svona hugmyndir konur sem eru sko annars vegar eitthvað svona klámyndadrottningar og svo svona guðum líkar verur eins og sko, mæðurnar og ömmurnar í sveitinni, sko. Og þetta er ekki góð blanda ef þú færð ekki smá hjálp til að skilja hvað er raunverulegt og hvað er ekki, sko. Akkurat. Og ég held að sé kannski það sem að því það rældi enginn þetta. Það var enginn að tala þetta. Og ég man hérna, ég vona þessi vinur minn kannski, nei, ég segi þetta bara nafnlaust. Ég man einhvern tímann þá erum við heima hjá vinum mínum hérna í Reykholti og og hann er eitthvað svona, viltu sjá svolítið? Þú veist. Já, og þetta er alltaf já. Og svo fer hann eitthvað inn í herbergið til mömmu svona pappa og upp í fataskáp og eitthvað svona innst inni og dregur út svona svartan víbrator. Og við erum bara, hvað er þetta? Og erum eitthvað svona fygt í þessu. Þú veist, eitthvað svona, þetta er merkilegt. Já, ég sá hérna í klámyndinni að maður gerir, þú veist, eitthvað svona með þetta, pæli í þessu. Og svo erum við eitthvað bara að gleyma okkur við þetta og svo allir bara, fokk, ég er að fara heim í mat. Ég kem eftir mat. Skilur, svo hleypi ég heim í mat og borða og þetta er mjög spennandi en ég borða mjög hratt og kem tilbaka og þá situr hann bara svona þú veist, bara, hvað?
Ég varð að vita hvernig þetta virkaði, en ég tók þetta í sundur og svo kem ég sér ekki aftur saman og þetta virkar ekki. Þú veist, þannig að þetta setja hann aftur upp í skáp. Óvirkan. Ónýtan. Búin að rífa hann einhvern veginn í sundur og koma sér ekki aftur saman. Aldrei minnst á þetta. Mamma og pappi komu, hann beið, þú veist, í marga daga bara, þetta nú kemur mamma, nú kemur pappi. En þau þori ekki eiga samtalið. Akkurat. Skilurðu? Þetta náttúrulega bara... Og þetta svo skrítið. Það náttúrulega bilað. Ég veit svo sem ekki hvernig það er. Ég stundum hugsað, sko, hvort það sé ekki tenging á milli veðurfarsa. Því á svona kaldari svæðum, það allt sem snýra kynlífi held ég meira tabú, sko. Þannig að maður veit svo sem ekki hvernig þetta er nær miðbög. En minnst einhvern veginn ennþá bara við vitum að klámmyndaiðnaðurinn að velta, sko, sturluðum upphæðum. En þetta ennþá svona eitthvað sem svona skulum ekkert mikið vera að tala þetta, sko. Nei, einmitt, kannski kom inn á það eftir, en ég var að leika sitt í tölvuleik í Montreal. Já. Og þar voru þau að segja, ok, tölvuleikiðnaðurinn er komið fram úr bíómyndaðinaðinum, hvað var þar tekjumyndun, en klámmyndaðinaðurinn er bara hérna. Einmitt. Og núna, sem þetta eru öll nýsköpunarfyrirtækin í Montreal, þar sem ég var að leika, þau ganga út á það, hvernig getum við leikjavætt klám? Já. Þau vilja komast í þennan pening, sko. Hvernig ætlar að stækka þetta? Með heilan klámmyndaðina? Já. Hvernig komist við inn í hann? Því þú veist, það er ekki gaman að vera í tölvuleika sem þú bara voru að gera þetta einhvern veginn þannig að þetta verði áhugavert. Og það voru einmitt að segja hérna ein stelpan sem ég var að vinna með sem vann fyrir þetta fyrirtæki, Ubisoft. Hún var að segja að þetta vinkona hennar var nýhætt hjá Ubisoft til þess að fara að vinna fyrir nýsköpunarfyrirtæki sem var að komast að því hvernig getum við gert klám áhugavert leikrænt. Það því maður líka pælir í, sko, þetta mitt, sko, að ef við tölum ekki þetta og adressum það að þetta er vandamál og virðist vera þannig að þetta er miklu meira vandamál hjá karlmönnum en konum, klámfíkn og svona, að þá náttúrulega, sko, fyrst er það bara, þú veist, einmitt bara klámblöð, svo vídeotæki, svo er allir komið netið og þá er náttúrulega bara allt galopið. Svo er núna náttúrulega bara virtual reality á leiðinni. Þá er spurning, sko, þú veist, hvort að við verðum að taka þessu umræða því það er bara x% af ungum karlmönnum sem eru gjörsamlega ófunkarandi út af þessu, sko. Já, algjörlega. Ég meina, og þú er ekki að leita sér hjálp bara því það er svo mikið skömm, sko. Já, en þú veist, ég ætla bara að segja það hér, ég meina, SLA eru frábær samtök ástar og kynlífsfíkla, þar eru ekki bara skrýtnir pervertar, þú veist, og þar fékk ég mína hjálp og minn skilning á þessu. Og að því þetta verður, sko, þessi klámvæðing síðan í bland við þessa baneitruðu karlmennsku pælingu sem allavega mín kynslu er stuffið og þín líka sem er hérna svona einhver Clint Eastwood Superman, þú veist, einhverju svona gæjar, svona lónerar skilurðu, I fight alone þú veist, og eru svona gæjar sem að rekast ekki vel í hóp og eru í einhverju svona engabaráttu einfarar og eru síðan með einhverja svona sorg á bakinu, þú veist, þannig að þú komið sko klám, skömmina og síðan þess að baneitruðu kallmannshugmynd. Þetta er hræðilegt fyrir unga stráka. Já, þetta er rosa tvistið og síðan kemur inn í þetta mitt núna síðan líka og svo kemur líka inn í þetta, þú veist, það er kannski kvenmenn að segja þeim hvernig þeir eiga að vera og þetta náttúrulega bara verður alltaf einhverju svona, einn að segja þetta, svo annað þetta, svo þetta og þetta verður bara svo tvistið, sko. Já, og náttúrulega, þú veist, já, hvað maður að fara inn í þessu umræði, sko, eða hvað maður að fara út úr henni, eða, þú veist. Nei, mér finnst ekki bara... að ég var með, það er einn annar viðmælandi sem hefur svolítið rætt þetta hérna hjá mér, það var Aron Móla, leikari, að hann bara tók tímabila sem var bara í bölvuðu vesina því hann var bara allt of mikill í klámnotkun. Þá rættum við þetta í sama viðtali, maður líka tala þegar systir hans dó og hann endaði upp á geðdeild og líka vandræði með áfengi og meira segja ayahuasca. Og það er svona, þetta er allt svona mál sem gætu verið tabú, klámnótkunin mesta tabú þessu. Já, hún er það. Það er náttúrulega líka bara því að, þú veist, við að neita kláms, þá færði náttúrulega umsvifalaust í nútíma samfélagi ótrúlega mikið samviskubit, fyrir þess að hugmyndin hamingjusum og hóruna er dauð og þú veist alveg að þetta er meira og minna búið til í einhverjum bakherbyggjum einhvers staðar þar sem að fólk er að gera þetta af neyð og ef það er ekki að gera þetta af neyð, þá er það vegna þess að ég man ekki, ég las einhvern tímann eitthvað hvort það var 80% af konum sem leiki klámmyndum hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þú veist, ef þú ert ekki að gera þetta af hreinni neyð, þar að segja að þið vantar peninga fyrir mat eða eitthvað svona, þá ert að gera þetta vegna þess að þú veist ekki betur. Þú ert að sækja í einhvers konar athygli fyrir eitthvað sem er þér mjög óhollt. Vegna þess að þú ert með óuppgerð mál einhvers staðar. Og þetta vitum við. Þannig að þið getur ekki liðið vel
eftir þú er búin að neyta kláms. Nei. Það er ekki séns. Nei. Ég held að geti liðið miklu betur eftir þú er búin að fá þig vín eða jafnvel kókaín eða ayahuasca en þú ert í rauninni ekki að meiða aðra manneskjur með beinum hætti. Og þú getur, í neyslu getur afsakað þetta með alls konar hlutum að þú veist, þú ert bara 1 af miljón sem eru búin að downloada einhverju eða þú veist, ef að þú gerir þetta ekki þá, veist, þau eru að gera þetta hvað sem er. Þetta er ótrúlega merkilegt, því svo sko, því ég rætti þetta við marga vini mína, og svo kannski tekur menn langan tíma átt að sjá að þessi tenging sem verður til þarna í heilanum á þér, hún fer síðan bara ertu kannski með konu og stunda kynlíf og allt í henni farið svaka samviskupið þegar að þú ert búin að fá það eða eitthvað. Já, já. Og þú veist ekki akkur, skilur. Og þá er það bara því þú ert búin að vera skeilir það heilan á þér í þú sért að gera eitthvað ránt. Já, allan hennan tíma í einhverju sem snýra þessu, sko. Þannig að þetta er náttúrulega óhjákvæmilega býr til rosalega mikla beyglu, sko. Alveg rosalega beyglu. Svo framistöðu kvíði. Akkurat, svo náttúrulega örglega bara á þess að maður hafa einhverja tölur við það, örglega óbóðslega mikið af einstaklingum, þá sérstaklega kallmönnum, sem síðan kannski bara geta ekkert stunda venilegt kynlífa því þeir eru bara öll stimulásjónin og allt er búið að tengjast við einhverju sem eru svo óraunverulegt, sko. Já, ég meina, maður er heyrt alveg að það hefur verið búið að rannsaka þetta í ungum drengjum og það er alveg það er ekki stór en þú veist, það er hluti af ungum drengjum sem bara treysta sér ekki í alvöru kynlíf. Bara geta það ekki. Og þetta nei, þú veist, ég sem betur fyrir eignaðist ég ekki tölvu fyrir 98, sko. Þú veist, en ég missi pínu tökin við það, sko, og ekki bara þú veist, flóttin er ekki bara í klám, ég fyrir líka að spila tölvuleiki og eitthvað svona. Og þetta er einmitt, þetta er árið sem ég útskrifast á leiklistaskóla. Þannig að ég á svona nokkur ár svona og upp úr útskrift þar sem ég verð alltaf bara meira og meira dysfunctional. Og þú veist, og ég enda á því að hringja mig inn veikan í leikhúsinu og að því ég var ekki búið með eitthvað leik eða þú veist, og eitthvað svona, sko. Tölvuleik er þetta náttúrulega líka bara flótti frá veruleikanum. Já, ég veit það. Það er að segja, ef þú kannt ekki að neita þér í hópi. Algjörlega, ég meina, það er frábært að ég fer stundum ennþá í Champions Manager og hef gaman að því. Ég þurfti að henda honum 2001. Já, ég líka. Ég gat þetta ekki. Og FIFA. Já, ég braut. Þá var þetta ekki nefnilega á netinu, þannig að ég gæti brotið geislavirkjum og henda honum. Ég gerði það líka. Djöfull erum við bilaðir. Nei, ég réði ekkert við það. Nei. Og var að fara heim í hádeginu og vinnunni til þess að taka eitt leik eða eitthvað. Þetta er svo sturglað. Þetta er klikk. Og maður sér þetta ekki. Og ég var alveg þannig að þú veist klukkan 11 á kvöldin sagði kærastan, þú veist, ég ætla að fara inn að sofa. Og ég sagði, já, ég er að koma. Svo vaknaði hann í vinnuna morgun eftir og þá var ég ennþá, sko. Þú veist, ég átti alveg svona. Já. Og svo skildi maður ekkert okkur að gekk ekki rosa vel. Nákvæmlega. Þú veist. En talað tölvuleiki. Já. Að því eins og segir, sko, tölvuleiki náttúrulega geta verið bara eins og svo margt bara í til dæmis þessu. Þetta getur verið stórkostlegt en maður kann að nota þetta rétt. Já. En þú varst að leika í stórum tölvuleik. Já. Hvernig er það? Maður svona hugsar, ég er ekki inn í tölvuleikja senuna. Þetta er orðið, eins og hún segir, þetta er orðið rosalur iðnaður. Sko. Já, þetta var eiginlega svolítið magna, sko. Þetta er sem sagt, ég er að leika í Assassin's Creed Valhalla sem er að koma út núna 10. nóvember. Og ég setur að leika, ég leik ekki gæjan sem hún spilar, en ég er staðista hlutverkið af hinum. Það er að segja, þetta er víkingaleikur og ég er víkingahöfðinginn þinn. Og tilgangur þinn í leiknum er basically að þóknast mér. Og þú veist, þetta var allt saman mjög skrítið, þetta er svo ofbóðslega stórt að maður fattar ekki og ég í alvöru tala, ég hendi tölvuleikjunum mínum 2001 cirka og hef bara ekki farið í tölvuleiki síðan nema einu sinni þú rifnur mér hálskirtlarnir þá datt ég inn í Nintendo 12 bróðu míns þegar ég var óvinnufæri 3 vikur en og mjög sérkilegt ferli, ég fór einhverja pröfur og ég skildi ekkert, þetta var allt sem sagt undir einhverju dullnefni og þetta átti að vera eitthvað svona víkingamynd, Kanada-víkingamynd samt sko með teiknuðu, þannig mátti líka ekki raddpröfur og eitthvað svona og ég skildi ekkert hvað þetta var. Síðan fæ ég þetta hlutverk og fer inn í þennan heim sem að mér fannst alveg rosalega spennandi og að því ég er svo mikill ævintýra fíkill eins og þetta farið til Póllands, mér finnst það geðveikt að því ég hef aldrei gert þetta áður og þetta, ég hef aldrei leikið í tölvuleik og ég hef aldrei leikið ég held að hafa enginn á Íslandi leikið í tölvuleik af þessu kaliberi, það er að segja ekki svona stórt hlutverk í svona stórun leik. Þú veist, þeir seldu held í 40 miljón eintök af síðasta leiknum sem þeir gáfu út, eitthvað svona. Þetta eru svona sturlaða tölur. Þegar þeir gáfu út trailerinn, þar sem þeir
sögðu frá því fyrsta skipti að þetta væri víkingaleikur og hvert þema verksins væri, að þá fengu þeir 100 milljón áhorf á fyrsta sólarhringnum. Þú veist, þetta svona alveg sturlaða stærðir. Og að fara inn í þennan heim og hitta allt þetta fólk sem vinnur við þetta, þú veist, þetta er algjörlega sturlað, þú veist, þetta eru hann í Montreal er eina af þessum svona höfuðborgum tölvuleikaiðnaðarins og Ubisoft er þar með útibú og ég heldur að við talaðum að það veru hvort voru 6 eða 8.000 manns sem eru búin að vinna þessum tölvuleik í 3 ár þegar við komum inn. 6 eða 8.000 manns? Já, þú veist, maður fer inn í höfuðstöðvarnar, það er bara, þetta er svona næstu eins og verið í kínverski svona sweatshop, þú bara fer eftir hæð eftir hæð eftir hæð, þú sé bara forritara, jafn langt og auðvitað þeir. Svona eins og Jónas Sig var að lýsa. Þetta er klikka. Þetta er algjörlega sturlað, auðvitað er þau með fullt af öðrum leikjum og svona, en svo eru þau með útibú út allan heim. Þau eru til þess með rússneskt útibú sem sé bara dýrin í leikjunum. Þú veist, þetta var svo við fórum út að borða þarna með leikstjórunum og pródusentunum einhvern tímann og allt í henni bara eitthvað svona og þeir tar allir frönsku þarna og rosa gaman og við bara að við leikarnir að engin okkar hafi verið í svona tölvuleikjum áður, þannig að við vissum ekkert hvað er í gangi og þeir bara refirnir eru komnir það eru komnir refir í leikin, sjáðu og bara hvað meinarðu? Nei, hérna rússneska útibúið okkar sem að sér þeir eru ekki búin að skila, þeir alltaf verið búin að skila fyrir 2 mánuðum og það er alltaf, no, it's okay the foxes will come og svo allt í henni bara konir refirinn í leikinn sem að tímgast og þú getur veitt þá og allt þetta sko. Þannig að þetta er svo sturluðum stærðarskala. Allt í hennu fattar maður okkur tölvuleikir eru dýrir. Þarna bara hitti ég fullt af frábæru fólki á okkar aldri og eldra sem er búið að vera að gera þetta í 20-30 ár. Skrifa söguhandrit fyrir tölvuleiki, leikstýra tölvuleikjum í Montreal er alveg bara ótrúlegt magn af leikurum og áhættuleikurum sem vinna við þetta er það sem þeir gera þú veist, þeir eru að vinna í tölvuleikjum og það er sem sagt, á CV-inu er sko mest töff, sko hvað með marga playable characters skilur hvað sem sagt karakter í tölvuleikjum sem þú spilar það er mest töff að vera sá sem þú spilar ég skil ekki skrýmsli sem kemur og gerir og svo er það dautt. En hvernig er að leiki í tölvuleiki? Menna þetta hlýtur að vera öðruvís en að leiki í bíómynd eða sjónvarpsþáttum eða? Já, það er það. Þetta myndi mig mest á að leika á sviði. Þetta myndi mig mest á að æfa fyrir það að leika á sviði. Vegna þess að þú ferði svona þröngan svartan galla með svona einhverjum skærum röndum og svo eru svona litir ljósnæmir punktar út allt. Okay. Og svo ferði inn í rými sem er svona bara eins og leikfumisalur og það eru kamerur allstar. Ég er að tala um 500-600 kamerur sem eru bara að pikka upp þessa ljósnæmi punkta. Þannig að, og svo ertu kalibreytaðurinn í tölvu, eftir svona kúnstarinnar-reglum, og svo sérðu þið bara á skjá sem svona fjólubláa punktar hreyfast í leikmynd sem þú sérð á stórum skjá. Þannig að, þú veist, þar er, þú veist, tré og tjörn og eitthvað svona, og þú sérðu fjólubláa punktana. En sjálft rými sem þú átt að leika í, fyrir ekki, svo færðu svona hjálm, með svona 4 kamerum sem er alveg svona í andlitinu að þér. Og þú ert alltaf on, svo maður sletti, eins og í leikhúsinu, vegna þess að sá sem er að spila og alltaf að geta snúið sér hvert sem er. Þannig að þetta er ekkert svona eins og í bíó, það sem þetta er svona pásu þegar myndavélin er ekki á þér. Þú ert alltaf on, bara eins og á sviði, sem var mjög skemmtilegt. Og síðan sem sagt, inn í þessu rými sem þú átt að leika í, sem er bara sett upp eins og leikfumisalur, þar er rauninni bara búin til svona einföld æfingaleikmynd. Það er að segja að það sem tréð það er bara settur eitthvað svona stautur og ef það þarf að klifra í tréð þá settur eitthvað svona játstautur sem getur klifrað í, eitthvað svona stigi upp í það og svo er kannski bara settar svona dýnur þar sem á rótin á trénu er og svo er bara sett svona lítil girðing þar sem að tjörnin er svo þú stígir ekki í gegnum tjörnina. Og svo er bara leikrit, þú veist, í þessum búningum, allir með þessa hjálma og fyrst er þetta alveg rosalega skrítið, sko. Ég ætla að spyrja þetta er svo fyrirlegt. Já, mína fyrst er að ég og Magnús Bryn vinur minn sem að leikur sem sagt Eyvöru sem þú spilar að við höfum aldrei gert þetta áður. Fyrst þegar við vorum að leika fósbræðunar eitthvað svona og svo horfir á hvern annan með svona einhverja svona hjálma og allir svona með neonljós og svo voru teiknaði svona punktar í andlitið þér sem að tölvan nemur alveg svo fíbl þú veist, og ert að leika eitthvað og svo ertu með sko hvað kölluðu þetta? Kölluðu þetta eitthvað, maður hvað kölluðu þetta? Þú ert með eitthvað svona vopn sem eru öll bara eitthvað plastrasl og svo setur þetta bara, í staðan fyrir að setja þetta í slíður
þá setur þetta bara svona einhvern tóm, þú bara ert með sverð og svo bara gerur svona og svo bara sleppur og svo kemur bara einhver aðstofamár og tekur það skilur þannig að þú ert ekki aldrei þú ert alltaf bara að gera þessa hreyfingu, þú klárar aldrei neitt Ok, ertu búin að sjá sjálfa þig í tölvuleiknum? Já. Og hvernig, er þetta þá ekki skuggalega líkt þínum hreyfingum og bara því hvernig þú ert? Jú, en ekki nóg til að ég fái likeliness bónus Nú, býtu nú við. Það er bara, þú getur leikið í tölvuleikjum þar sem að þú ert bara rosa líku sjálfum þér og þá færðu eitthvað svona likeliness bónus vegna þess að bara að þá segja þér bara eins og í auglýsingum. Þú veist, ef ég er búin að selja húsasmiðunni andlitið á mér, þá get ég ekki líka að fara til Bíkó. En af því að ég er ekki nógu líku sjálfum mér til þess að ég sé auðþekkjanlegur, þá gæti ég alveg farið og leikið í einhverjum öðrum tölvuleik. En ég er samt alveg glettilega líku mér, sko. Það ekki? Jú. Og það er mjög fyndið að sjá það. Og eru líka verið að nota röddina, eða? Já, ég talsett þennan karakter algjörlega og nokkra auka karaktera. Ok. Af því að það var líka rosa gaman, af því maður fikk líka taka þátt í alls konar fjöldasinnum. Nema að svo var ég skilin út undan, af því ég voru hávaxin. Það er sem sagt komu, sko, ég fór þarna fyrst í ágúst og svo fór ég einu sinni í mánuði, í viku í senn, alveg út mars og þá kom COVID. Ég átti að fara í apríl og mæ og júní, en það varð ekki. Þannig ég talsetti bara hérna á Íslandi restina. Okay. Hjá hana Gunna Átna, sem er komið geggja stúdíó í svoleiðis. Og en sem sagt, hvað var ég að segja þér? Við erum að tala likeliness hvernig það verið... Já, einmitt. Og þá komið sem sagt tilmæli frá teiknurunum, og þetta er annað sem maður skilur ekki, að ég þurfti að fá útskýringa á þessu, að ég væri ekki með í fjöldasenum eftir einhver skipti af því að ég væri of hávaxin. Ok. Af því að minn karakter sem ég leik á að vera mjög hávaxin og ég er 6'4", ég er 1'94", held að minni að vera 2 metrar. En ef þú komið með einhvern í fjöldasenuna sem er jafn stór, þá þarf einhvern veginn að skala, þú þarf að teiknararnir og forritarnir að skala alla og fara að fikta í hæðinu og öllum. Þannig að þið báðu það eftir ákveðin tíma. Ég mætti ekki vera með og það mætti enginn vera með sem var yfir 1,80 í fjöldarsennum. Og ég fannst það ógeðslega leiðilegt. Og því það var ógeðslega gaman að vera í þessum fjöldarsennum. Hvernig er að vera leikari og vera búin að leggja svona, að því þetta er sambarileg vinna við að vera að leika í sjónvarpsþætti eða bíómynd, en þá er svolítið svona, ég er að fara að sjá sjálfa mig í bíómyndinni eitthvað, en þarna er þetta svona einmitt, ekki nógu auðþekkjanlega til að fá bónus. Þannig að þetta er svolítið, að því nú er þessi tölvuleikar að koma út, að þetta er svolítið öðruvísi tilfinning lítur að vera. Já. Heldur en að þú værir að frumsýna bíómynd. Já, en það er það sem að það er mig til að tikka. Ok. Þú veist, mér finnst mjög gaman núna að fylgjast með þessu eins og Twitter, sem að mér finnst bæði mjög leiðilegt að vera á Twitter, en kynningarherferðin fyrir þetta fer alveg rosa mikið fram á Twitter. Ok. Og það er ótrúlega gaman að fylgjast með þessu eins og þegar að því ég er búin að þurft að þegja yfir þessi 1,5 ár. Ég mátti ekki segja frá þessu. Og svo fæ ég góð frá höfundunum, Darby McDermott, sem er algjör snillingur, sem að semur þessa leiki. Og hann segir bara, ok, það er komin út trailer með þér, þannig að þú mátt segja frá þessu. Og ég bara eitthvað svona, á Twitter eitthvað svona, tagga mig í einhverju vídeói, eitthvað svona, og það bara verður allt í vittlust allt í hennu. Þú veist, ég er svo lélur á Twitter, ég fæ kannski svona 2 hjörtu og ef ég segi eitthvað mjög fyndið fæ ég 3 retweet, skilur, en allt í hennu fekk ég, þú veist, 500-600 hjörtu og bara 20-30 retweet og það var allt í hennu komna greinar mig á einhverjum svona, hvað heitir þetta, svona fanforum, eitthvað svona, þú veist. Það er bara því að svo mikið af devoted aðilum sem er að spila tölvuleik. Já. Þú veist, og þetta finnst mér rosalega fyndið. Er þetta heimur sem þú sér fyrir þér að væri til að fara meira inn í þetta? Ég veit það ekki, þú veist. Og ég er pínu svektur út í COVID, ekki það að sé eitthvað persónulega gegn mér, ég blessaði COVID, ég líka mjög þakkláttur fyrir COVID, en sko, það sem að mér hlakkaði til að gera, og vonandi fæ ég eitthvað tækifæri til þess, það var að fylgja tölvuleiknum eftir, fara á þessi fanfest og allar þessar Comic-Con ráðstefnur sem ég skilst að sé alveg ótrúlega upplifun. Að fara að hitta þetta fólk sem að lifir og hrærist í þessum tölvuleikum og mætir í búning og fyrir nú utan það að þá veist að vera bara mjög gott sko peningalega að þá hefði ég alveg rosalega mikið til í að upplifa það og það var það sem átti að taka við núna en gerir líklega ekki. Það er á hold í bili þá? Já, ég held að
ég held að Magnús sem að hérna leikur Eivuru, sem aðal karakterinn, ég held að sé búið að bóka hann einhver svona eina online ráðstefnu, en mest eru menn bara að bíða og sjá hvort að þetta lægir ekki og menn geti haldið þetta eitthvað tíma. Og þá vonar maður að bylgjan verði ekki liðin, skilurðu, að þið mjög langar að upplifa þetta. Trúði, ég var með Röggur Ragnar síðan í viðtali sem leikur eitt af aluturkunum í Vikings og hann mitt þarf að búið til eitthvað svona online núna þar sem fólk hætti bara borga fyrir að fá 10 mínútur með henni á Zoom eða hvað það var. Já, akkurat. Þannig að það svona spurning hvort það verið fundnar eitthvað lausnir á þessu. Það svoleiðis, Magnús Bruni mitt sem lék líka í Last Kingdom, sem svona svipa. Að ég sá að hann var daginn, þá var hann á svoleiðis. Þú veist, þannig að menn að reyna eitthvað, en það náttúrulega ekki, það ekki eins. Þú veist, þetta ekki, þú veist, og maður veit alveg að fólk sem hefur leikið í Game of Thrones eða einhverjum svona seríum, það þarf ekkit endilega að leika neitt mikið meira, sko. Það nóg bara að fara á þessi fanfest. Algjörlega. Og þú bara hefur það fínt, sko. Algjörlega. Ekki að það sé það sem vakið fyrir mér, en mér finnst þetta bara spennandi að þetta nýtt. Mér finnst þetta áhugavert. En hvernig það, að vera leikari og vera með umboðsmann og þú veist, fólk gerir sér oft ekki grein fyrir einmitt ferlinu þar sem úr kallaður í einhverja pröfu og svo kannski fara lengra og svo endar þetta með því að það bara þú og okkur einn eða bara þú og okkur tveir. Við vorum einmitt eitthvað að tala þetta við Darri, við reynum svona að hjálpast það sem mest þegar við vorum að gera pröfur. Við ættum kannski ekki að setja upp sýningu þar sem við varum bara að sýna alla pröfuna sem við höfum gert og bara tala þetta. Þú veist, það var talað það því ég fæ mér umboðsmann sem þegar ég flytti í London þá var ég ofboðslega heppinn, fékk dásamlegan umboðsmann eða konu sem við erum ennþá bara bestu vinir og ég man einmitt fyrsta pröfan sem ég fer í held ég það voru 2 mjög minnistæðir sem held ég bara fyrst og önnur pröfan sem ég fer í, þá ég annars vegar kallaður inn fyrir Conan, nýju myndina Conan og þá vissi maður ekkert, ég vissi ekkert hvað þetta var, ég vissi ekkert með leiðinast eins og ég væri komið hlutverki, sko. Þú veist, þetta var svo... Já. Conan sem að Schwarzenegger léki í einu sinni? Nei, það var gerð eitthvað svona endurgerð á einhverju Conan-mynd, svona nýmynd með nýjum Conan. Og ég fór einhverja pröfu fyrir eitthvað stórt hlutverk og svo átti ég svo fekk ég callback. Þú veist, og maður fær bara, þú veist, alveg bara allt rössið og allt, sko. Og svo dóða bara. Ég man að hafa vegna þess að þeir skiptum framleiðendur og eitthvað, þú veist, eitthvað rekin og einhver ráðun og eitthvað svona og svo bara dóða og svo var hún gerð og ég kom ekki til greina. Ég man alveg rössið og allt þetta og svo var það sama með Game of Thrones. Þá fer ég bara, þá var verið að gera pilot af Game of Thrones sem enginn vissi hvað var og ég fer í pröfu fyrir Khal Drogo. Ég vissi ekkert hvað þetta var. Hann hringi vin minn hérna á Íslandi sem að ég vissi að væri Game of Thrones fan og bara hvað þetta og hver Khal Drogo og hann náttúrulega bara sípur kveljur, búin að vera að fylgjast með þessu og vissi átt að fara að gera eitthvað sjónvarserju og eitthvað svona. Fékk það náttúrulega svo ekki, skildi það mjög vel þegar ég sá leikur sem ég lék hann og en þetta var svona fyrstur reynsla og ég komst mjög langt í báðum þessum ferlum. Og ég held ég hafi farið í örugglega í pröfu fyrir svona 8 karakter í Game of Thrones og alltaf komist í eitthvað svona, bara þú eða hann, sko. Og þetta getur farið alveg rosalega illa með. Og þetta og ég hef alveg veltið fyrir mér, ég með eitthvað svona skemmt þar sem ég þarf alltaf að vera að láta hafna mér? Það þess vegna sem ég vil vera í þessu, að vera alltaf að láta hafna mér. Vera alltaf í lottó, þetta eins og bara að spila í lottó. Þeir sögðu þegar þetta byrja, það var svona 100 pröfur og svo farið hlutverk. Og svo þarf þetta aftur að gera 100 og svo farið hlutverk. Það vissuleiti líka bara miklu þægilega ef þetta væri bara að ferja í pröfu og það bara já eða nei, en það þessi callback, það sem búið að þá byrja væntingarnar að koma, þetta bara ég eða hann. Já. Þá fyrir þetta að vera erfitt að fá öfnunina, sko. Já. Og oft manni alveg sama. Oft þetta eitthvað hlutverk sem maður kannski bara, þú veist bara, en svo auðvitað stundum verður þetta þannig, þetta eitthvað svona, yes, hvað mér langar að gera þetta. Djöfull var ég geðveikt að gera þetta. Og þá verður þetta erfitt, sko. Og maður getur alveg verið bara slatti langan tíma að jafna sig, sko. Einmitt. Fólk gerir sig ekki. Það einn einmitt sem á Íslandi núna, ég nú að reyna að fá hann í podcast, en þetta Manu Bennett og leikur eitt aðalhlutverk Spartacus. Já. Og eitt besti vinnur hans Jason Momoa, þeir eru báðir frá Nýja-Sjálandi. Sem að lék síðan Khal Drogo. Og hann sagði mitt ég held, sko, að hann hafi tekið svona 10 hlutverk þar sem við vorum 1-2 sem komum til greina í lokin, sko. Var það? Já. Hann núna 54 eða eitthvað, hann búinn að fá stórt hlutverk, en hann hefði að lýsa fyrir mér eyðimerku göngunni, sko. Já. Öllum höfnunum og það er bara ég og Gerard Butler eða bara ég og þessu. Já, einmitt, ég veit það. Það var sterk bein í þetta og það líka, þú veist, að því að þetta náttúrulega hefur í för með sér að sko tekjuflæðið er mjög ójafnt, skilurðu,
Algjörlega. Og stundum, þú veist, ég hef alveg lent í svona tímabilum þar sem að ég að gera svo marga hluti í einu og svo allt og mikið að maður að jögla svo rosalega mörgu af því að þessi iðnaður, hann býður ekkit eftir þeim og setur Brad Pitt. Algjörlega. Þú veist, það bara, herðu, við ætlum að fá þeim til að leika og þetta eru 2 vikur í desember, svo er allt í hringt og þetta, herðu, þetta verður í mars. Fokk, ég er búin að bóka mig í þetta og þetta og þetta í mars. Já, ok, viltu hlutverkið eða ekki? Ok, ég græði þetta einhvern veginn, skilur, svo fer maður að semja og búa til og eitthvað svona. Þannig að þetta verður oft, þetta er mjög skrítin business, sko. Já, því þú ert náttúrulega, einmitt, ef þú ert ekki DiCaprio eða Brad Pitt, þá ert alltaf í þeirri stöðu að þau, já, langar ekki hlutverki, ok, þá finnum við annan, flott. Já, það er bara svolítið þannig, sko. Og þú ert mjög lengi að koma þér upp í eitthvað svona status. Rosalega það sem þú getur sagt, herri, nei, hérna, ég get ekki verið með í Witcher. Nema þeir færið þetta allt fram í júní, þú veist. Já, bara algjörlega. Það er bara ekki hægt. Maður pælir bara hvað, það er ekkert margi leikarar sem eru þannig að þú sérð bara tilkynningum nýja bíómynd og þú bara áherða það þessi, bara, ég ætla að fara á bíómyndina út af þessum, af því þetta er eitthvað sem bara leiðir aftur og aftur stærsta hlutverki í bíómynd, það er svo mikið af ofboðslega flottum leikunum sem eru einni kategóríu fyrir neðan, sko. Það sem að jafnvel þú sér búin að leika rosa flott hlutverk aftur og aftur, þá er bara alveg hægt að gleyma það strax líka, sko. Já, algjörlega, en mér finnst það líka ákveðnuleiti gott, það er rosa mikið að opnast á tækifæri núna með öllum þessum netveitum, það er miklu meira framleitt en var gert. Og það er líka að þú veist að því gamla daga, þetta voru bara 7, 8, 10 leikara sem bara stjórnuðu þessu. Einmitt. Og ég mani mig þegar ég horfði hérna á heimildamyndina George Michael, þar sem hann var að tala ég held að ég og Madonna séum síðasta kynslóðin af þessum ofurstjörnum. Já. Þú veist, jú, það var Michael Jackson og það var Queen og allt þetta, en svo voru, þú veist, bara leið og þetta er orðið allt svona stafrænt og svona aðgengilegt. Þú veist, ég held að það sé ekkit leikara sem að selja einhverja 1.000.000 bíómiða lengur. Nei. En þú hins vegar hefur rosa mikið af geggjuðum leikurum sem eru jafnvel að gera hluti á sko eiginforsendum. Eins og núna bara hérna, hvað það er, Little Fires Everywhere sem eru bara leikonur í Hollywood sem að fá ekki nóg að gera því það er ekki lengur hérna litla sæta stelpan og ekki orðna nóg gamla til þess að vera amman eða mamman, en frábæri listamenn sem bara takað upp hjá sjálfum sér að gera seríur fyrir sjálfa sig. Og þetta er gerlegt. Þú þarft ekki að fara í gegnum þess að 3 pródúsera sem stjórna öllu í Hollywood. Er þetta ekki það sem er svo geggja við nútíma? Bara það sem við erum að gera hér núna? Já. Ég get starta fjölmiðl og ég þarf ekki að spurja útvarpsstjóra eða sjónvarpsstjóra á Stöð 2. Nákvæmlega. Það er komið svo mikil opnun. Með bara netinu og því hvað tæknin, þú getur keyptir rosalega flotta græjur fyrir tiltölulega lítinn pening og ef þú vilt gera bíómynd þá getur alltaf gert drónaskot bara fyrir eitthvað sem hefði kostað 50 sinni meira fyrir einhverju síðan. Já, leigja þyrlur og eitthvað. Nei, bara algjörlega, það er náttúrulega, þetta er bara, þetta er slæmt og gott og ég held náttúrulega endan að koma eitthvað mjög gott út úr þessu, en eins og staðan í dag er mjög erfitt að tryggja tekjuflæði. Algjörlega. Eins og það er örugglega basl fyrir því að halda þessu úti þannig að allir fóði borgað að full laun. Já. Skilur þú er allt frelsi í heiminum. Já. Þetta er alveg sama, skilur, eins og ég elska Spotify sem neytandi, ég hef aðgengi á öllu og þetta kostar 2 skall á mánuði. En sem sko tónlistarmaður sem gefur tónlist, finnst mér þetta ömurlegt. Það er nú eitt sem út því þú nefna þetta sem ég þarf nú aðeins að skoða hérna. Tónlistarmenn eru sko telja sér hlunnfarna á Spotify, þeir fá 0,5 krónu fyrir hvert lag. Já. Ég er að skila efni þar sem að meðal hlustunin á þáttin minn er klukkutíma og 20 mínútur eða klukkutíma og 23 mínútur. Ég fæ ekki 0,5 krónu, ég fæ ekki neitt. Af því að skipbreytið... Af því að ég er podcast. Ég er ekki tónlist. En byrju var ekki Joe Rogan að selja Spotify? Jú, þeir keyptu hann. Já. En það er bara, ef þú ert að gera podcast á Spotify þá færðu bara 0 krónur. Já. Nei, ég held sko að þetta er ákveðin galli við þetta kerfi, er að þú veist að þeir sem eru kannski Beyoncé eða eitthvað, gefa út nýtt lag og það koma milljónir hlustana, skilurðu, þeir fá fullt af peningum. En allir hinir, ég held að sé þannig með tónlistin allavega, ef það er ekki 5.000 spilunum á fyrsta sólarhringnum, þá nenna þeir ekki eins og takað inn í einhver algoritma eða þú veist að stinga upp á einhverja playlista sko. Nei, en kosturinn við það sem er þá að gerast á móti, að því að það er að fólk, eins og þú veist að tala með þessar ráðstefnur með tölvuleikina, að fólk þú ferð þá að finna, ég get alltaf búið til eitthvað verðmæti úr því að ég er að fá þessa athygli. Þá get ég kannski fengið borga fyrir að fólk er til í að hitta mig. Skilur. Já. Þannig að það er fundna svona hliðar, þetta er eins og rithöfundar í dag. Það er mjög erfitt til dæmis á Íslandi að lifa því að skrifa bók, en ef þú skrifa bók og hugsaður, gæti ég haldið fyrirlestra, gæti ég gert eitthvað í kringum þetta, þá get ég búið til afleitar tekjur. Já, einmitt. Þetta náttúrulega bara þýðir það að þú ert að hugsa svolítið það hver þú ert og hvernig þetta fungerar upp og nýtt.
þú veist, þú getur ekki mitt bara verið heima og skrifa bók, þú verður að gera þetta bara nýr veruleiki, sko. Þetta nýr veruleiki og sumir eru rosa góður aðlagastónum og aðrir ekki, sko. Og það verður rosa sorglegt og erfitt fyrir suma og frábært fyrir aðra. Veist, þetta er svolítið þannig, sko. Það alltaf svolítið, sko. Já. Hvað finnst þið skemmtilega, sko, þú ert búin að vera, við erum að fara hætta bráðum að því að það er 2 tíma, ekki það sko, þú ert að koma aftur. Já, ok. Það er þannig, það er það gaman að spjalla við og við höfum eftir að taka það mikið að það bara Geir Ólafs að koma hérna líka, sko. Nú er það? Já, hann að koma eftir hálftíma, sko. Ég var til að vera með því. Ekki til að vera með, kannski, bara fá annan stól. Já. Það verður reynda fyrir. Nei, ég vil nú taka Geir. Já, tökum Geir einan en svo kemur aftur. Það er alveg nokkri viðmælendur einna sem að verða að koma aftur, það er svo leys. Hvað er sem þetta skemmtilegast? Hvað er skemmtilegast? Þú ert búin að vera, sko, þú ert mikið menntaður leikar, þú ert búin að leika mikið á sviði, þú ert búin að leika í, sjónvarpsþáttum, bíómyndum, svo ertu líka, náttúrulega, við erum ekkert búin að tala um það, þú ert líka tónlistarmaður, sko. Já. Af öllum þessum, að ég spyr stundum svona multitalent listafólk, hvað er þetta skemmtilegast af þessu? Er þetta bara það sem þú ert að gera hverju sinni, eða? Sko, já, mér veist á svona spurningar alltaf svo erfiðar að ég menna, þú veist, að þegar ég var nýútskrifaður leikari og fekk nóg að gera og svo var ég alltaf með hljómsveit og þá var alltaf að spyrja mig hvort allar að vera eins og Helgi Björns eða Egill Ólafs þess að maður þarf alltaf að setja mann einhverja hillu. Ég held ef ég væri lítill strákur í dag þá væri ég örugglega greindur með einhverjum svona mótorhjólröskun. Bara ekki spurning. Okay. Mér finnst rosa vont, ég verður svona pínu reiður ef fólk reynir að setja mig í eitthvað svona hólf. Já. Ég þarf alveg rosalega mikla fjölbreytni. Ég hefði ekki fungerað og ég segi þetta með fullri virðingu fyrir þeim sem að fungera þannig, þannig að ég dáist að þeim og ég öfunda svona fólk sem fungerar á einum stað. En ég hefði ekki fungerað sem leikari í Þjóðleikhúsinu undanfarin 25 ár. Einmitt. Ég hefði mist tökin á miklu fleiri hlutum en ég misti tökin á. Þannig að ég þarf fjölbreytni. Ég er búin að komast að því og átta mig á því. Það sem að fær mig til að tikka er að það sé gaman í vinnunni. Það er bara númer 1, 2 og 3. Þú veist, ég þarf að, og það getur verið hvað sem er. Þú veist, það er bara, ef ég er á hljómsveitaræfingu og það er gaman, þá vil ég fara á hljómsveitaræfingu aftur og aftur og aftur. Sem er kannski einhvers konar fíknihegðun, ég veit það ekki. Samt, við erum ekki, maður er svona þá búin að finna góðan farveg fyrir fíknina. Jú, algjörlega. Þú veist, ef mann er að nýta þetta uppbyggilegan hátt, sko. Það meira svona fíknin hjá mér hefur verið kannski bundin við það að koma sér síðan ekki út úr skælum aðstæðan þegar það fyrir að vera leiðilegt á hljómsveitaræfingum. Eða leiðilegt í sambandinu. Og mér finnst rosa gaman að vinna að einhverju list sem að mér finnst vera að gera gagn. Þú veist, mér finnst ótrúlega mikilvægt þetta með eins og þessar sýningar okkar í Ratatam, þessar 3 undanfarnar sýningar sem við hefum gert sem voru heimilisofbeldi, mörkin milli ástar og geðveiki og síðan sjálfið í því að 20. öldin hefur á mörgum verið kölluð sko the century of the self. Fyrir 20. öldina það var ekki til sem hét the self. Nei. Skilur, þetta er búið til þess að sjálfræðin býr til þessa hugmynd. Kringum Freud og svona hans... Einhverja sjálfsmynd og einhverja undirmeðvitund og eitthvað svona. Jú, fólk hafði einhverja óljósa hugmyndum þetta, en þetta verður ekki til. Þannig að mér finnst þetta mjög gaman og mér finnst þetta mikilvægt. Ég pröfa alveg hitt, þú veist, ég var alveg eftir ég útskrifaðist og leiki alveg ótrúlega magni af söngleikjum og barnasýningum og allt þetta og mér finnst þetta allt saman gaman. Það var gaman í vinnunni. En ég verð alltaf að skilja býta af hverju ég er að gera það. Einmitt, tengjum við það. Það er svolítið svoleiðis. Það er svoleiðis. Annars verð ég svo leiður. Og mér finnst ég svo tilgangslaus. Og ég held sko að þú veist, þegar þú ert í góðri hljómsveit og þið eruð í grúfi, þú veist, það dettur í ganga eitthvað svona grúf. Það er bara eins og að vera í góðu körfuboltaliði þar sem einhvern veginn allt gengur upp allt í einu og það er einhver tilfinning sem er mjög erfitt að útskýra fyrir fólki sem eru ekki upplifa það og alveg sami í leikhúsi, ég fæ alveg sömu þessa tilfinningu, þú ert einhvern veginn bara, þú finnur, þú veist, við erum í góðum gíð, við erum með áhorfendur, boltinn er að flæða, við erum öll hérna og svo bara er sýningin búin og þú bara, wow, ég man eiginlega ekki hvað gerðist inn á sviðinu, en ég veit að við vorum frábær, skilurðu? Það er eitthvað magic í þessu og mér er alveg sama hvort ég fæða úr bíómynd, leiklist, sviðslistum eða tónlist. Það er bara svolítið þannig, sko. Og ég tek svona tarnir. Ég er búin að vera svona smá tónlistatörn. Já. Búin að gefa það 2 plötur á 2 árum.
og ég finna núna að fara að langa aftur meira í annað Já. þú veist það verður bara að hafa það, þú veist það verður bara að hafa það þó að fólki finnist astnalegt að ég get ekki bara ákveðið hvort ég ætla að vera þú veist, svo ég meina ég kláraði MBA-nám og ég rak Tjarnabíó í 3 ár mér varst það geðveikt, því mér fannst ég var að gera ógeðslega mikið gagn. Svo stóðan, hvað varst ekki, þú varst var það í Listaháskólanum? Nei, hvað var? Jú, svo var ég þar í 1 ár, ég þurfti síðan endanum að velja á milli Assassin's Creed. Já, tölvuleikari og þess, vegna þess að það var komið að það stig, ég var að reyna að semja og svo sögðu bara, herðu, nú er þetta komið svo mikla kröfur að því ég vildi vera við, þú veist, ég hefði þurft að vera þú basically, þú ert ekki fagstjóri í Listaháskólanum með annari hendi, sko. Nei, einmitt. Það er bara, það er meir en starf fyrir mér, það er dedikasjón og það er hugsjón. Þú veist, þú verður að vera þar. Algjörlega. Og ég var ekki þar. En hvað liggur í lína? Því þú er svolítið eins og ég með það, þú runnið með mig, að því ég er rosa þakkláttur fyrir hvað ég fengi að vinna fjölbreytt og skemmtileg verkefni. Já. Og stundum er ég komið með leiðangru og þá á ég að breyta, en stundum er eitthvað orðið leiðilegt bara því að ég er í ómikill streitu eða, þú veist, eins og til dæmis það sem ég er að gera núna. Mér finnst þetta bara æðislegt að taka viðtöl og ég veit að þetta er gaman. Síðan kemur eitthvað svona moment þar sem maður er búin að taka aðeins á mörg, maður er enn eitt viðtalið. Já. Þá veit ég bara, nei, þetta er ekki að því að það er leiðilegt fyrir mig að taka viðtöl, þetta er bara því að ég er komin hérna í streitu og leið og ég hvíli með aðeins í 2 daga, gera eitthvað til að næra mig, þá er þetta bara aftur og verið gaman. Já. Nei, bara algjörlega. Já, og sem hvenær maður kemst að þeirri niðurstöðu að maður svona nú er ég komið með nóg að þess og nú á ég að hætta því versus ég er bara komið með nóg að því að ég er í einhverju smá rugli, sko. Já, ég held bara þetta sem að pabbi minn sagði svo oft, sko, þegar hann góði meðferð og mér fannst það svo fallegt þegar fíblunum fer að fjölga í kringu þig, þá átt að kíkja á fund, sko. Og ég held kannski það sem maður lærir meira og meira með aldrinum og með svona meiri sjálfsvinnu og hvíla betur í sjálfum sér og í mínu tilviki að eignast frábæra konu og yndisleg börn, þú veist, að þurfa einhvern veginn að taka meira tillit og vera einhvern veginn hluta af einhverju svona órofa heild að þá fer maður alltaf þegar maður finnst fólk vera fíbl og verkefni ömuleg og akkur er ég í þessu og ég er nú góður fyrir þetta og eitthvað svona, sko, þá byrja ég alltaf á að tjekka býtu hvernig líður mér. Einmitt. Hringi í félaga, fá lánaða dómgreind skilurðu, og þegar ég búi með þann prósess þá get ég kannski farið að skoða hvort aðstæðarnar séu þess eðlis að ég komi út úr þeim, sko. Frábabundur. En fyrst kíkjum maður að sjálfa sig. Einmitt. Þetta að sjá fyrst flísina bjálkan í eigin auga áður en þú. Einmitt. Þannig að, já, bara, þú veist, mjög oft er það þannig, sko. Ég held sko að kannski, þú veist, ef að ég hefði vitað það sem ég veit núna og verið á þeim stað sem ég er núna, þá kannski liðið mig miklu betur inn í einhverju svona föstu umhverfi, sko. Einmitt. Það er góða punktur. Ég fór í gegnum það hjá mér á einhverjum punkti, er ég ekki kannski komin á staðin núna þar sem, en síðan er ég svolítið að taka sjálf á mig sátt og ég er bara gæi sem vil vera út allt. Einmitt. Svo er það. Má maður það ekki bara? Jú. En þetta er alltaf svona, þú veist, þetta er bara svona hugmyndafræði sem við erum aldrei upp við. Ég meina, eftir að ég, sem sagt, fór út úr leikhúsunum og ákvað að vera sjálfstætt starfandi, ég meina, mömmu minni fannst það mjög erfitt. Og hún spurði mér mörg ára eftir alltaf, ég sagði, já, ég er farin að vinna þetta núna, já, er það þá eitthvað fast? Þú veist, og þetta er ekki illa meint. Hún bara vill vita stráknum sínum í öruggu umhverfi. Vegna þess að hún er alin upp á fólki sem að leið alvöru skort og veit hvað það er að lenda í alvöru atvinnuleysi og svo framvegis, sko. Einmitt, maður þarf oft að hugsa þegar foreldramanns eða einhverjir eru svona, ég vil nú bara eitthvað fast, þá er það, maður verður að skilja hvaðan þau eru að koma, sko. Já, algjörlega. Þú veist, þannig að já, ég er allavega bara voða sáttu við þetta eins og sko. Já, geggjað, og leiðin til Póllands á morgun. Við leiðin til Póllands á morgun og tölvuleikurinn kemur út í næstu viku. Frábært. Og það er eitthvað svona skemmtileg verkefni á borðinu á næsta ári, sko. Náttúrulega allt með einhverju svona COVID fyrirvörum og svona athugasemdum, en ég vona að 2021 verði sko, ok, þú veist, 2020 ég held að því ég lítið baka, þá er 2021 að verða af eitt af þessum stórkostlegustu árum í lífum. Þú veist, ég eignast stráknum með 2 eftir 5 ára baráttu við ófrjósemi. Og ef það hefði ekki verið COVID þá hefði ég mistað fæðingu hans og verið erlendis 2 vikur eftir að hann fæddist. Út af tölvuleiknum? Út af tölvuleiknum og leikferð sem ég átt að fara í. Sem er í rauninni, þetta
adapta þessi Póllandsför mín núna í rauninni svona eins konar skítreiting, COVID-skítreiting á alls konar hlutum sem átt að gerast á miklu lengri tíma. Og fleiri sem sá til þess að ég væri heima til staðar fyrir konuna mín og barnið mitt. Þetta var erfiður prósess, þessi fæðing og allt þetta. Og við erum búin að hanga saman, litla fjölskyldan, alveg ótrúlega mikið, kynnast ótrúlega vel og ótrúlega fallegt samtal sem við höfum átt og við og kona mín höfum aldrei verið einhvern veginn bara það ekki svolítið mikið samari út allan bæ, sko, þessar litlu fjölskyldu einingar, suma náttúrulega bara hristast í sundur í svona tímabilum, en þær sem hristast ekki í sundur, það ætti að standa svolítið sterkar á eftir af því það búið að reyna á fólk, sko. Og fólk þarf að kynnast betur. Já, bara algjörlega. Þetta er meira en að segja það. Þetta er við sem betur fyrir sleppum vel, út úr þessu, það er að segja COVID, kona mín hún næstu svona dauð úr meðgöngueitrun þegar drengurinn rifinn út úr henni 5 vikur fyrir tíman og allt það var mjög svona kritísku tími og sérstaklega náttúrulega í COVID af því að hún var allir með þessi einu upp á spítala, ég mátti ekki koma til hennar út á COVID. Það er svona alls konar svona kritískir hlutir, en ég held einmitt að svona hlutir annarkvort þjappar þetta fólki saman eða stýjar því í sundur, sko. Og í okkar tilviki sem betur fyrr hefur þetta þjappað okkur alveg rosalega mikið saman. Og ég held allir með þess eins og bara vinátta mín og 10 ára stráksins míns, hún komin á eitthvað level sem að bara við höfum örugglega aldrei náð nema fyrir þetta. Ég búin að vera sem sagt besti vinur hans, engakennari og fótboltaþjálfari og leikvinur hans þú veist, í 14 vikur. Þú veist. Og það einmitt eitthvað svona sem þú horfir kannski tilbaka og hugsa bara, vá, þú veist, þetta var tíminn þar sem að sambandi mitt við stráki minn var þannig að það mun hafa áhrif á það til framtíðar, sko. Jesús Kristus. Maður náttúrulega alltaf jafn mikið og maður vill náttúrulega ekkert að verða eilífu þessar reglur, að þá samt hefur maður alltaf þennan valkost. Ég hugsaði núna á föstudaginn þegar átt að fara að herða þetta niður í 10 og nú náttúrulega bara allt sem heitir sundlaugar og líkamsræktarstöðvar og ég held ég myndi missa kaffihúsin mín líka, sko. Þá myndi fyrst alltaf að fara að væla, sko. Ok, flott, bara, þá förum við bara meiri í fjallgöngur og notum þetta bara að gera meira af því sem gott fyrir mig, bara æðislegt. Og vera þakkláttur fyrir að búa í landi þar sem ekki lockdown. Við höfum alltaf valkost, sko. Já, nákvæmlega, sko. Nákvæmlega, maður. Það er ásannlegt að fá þig heimsókn. Takk fyrir að fá mig. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mér langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.